Æðislegir. Velkomin á Víðvöll. Hello. Nei, Norðurland. Norðurland. Wrong one. Norðurland, já. Herru, við erum Fyrstu lýsarnir á kvöldinu. Já. Jep. Já, við erum fyrstu lýsarnir á kvöldinu. Já. Vorum að koma af ógeðslega spennandi leik sem að við hefðum átt að vera að lýsa. Því að Andjóks. Nei, Alex og Thomas. Á móti Masher á móti Masher á móti The Natsuki Daniels, já. Maple Gold og Breki. Og núna er það Derp á móti Mash and Masher. Já. Núna fáum við að sjá loser set. Þetta er bara að byrja. Þetta er voru að klára hann að gera tækinn sín alltaf. Thomas ætlar að taka Byleth. Ok. Byleth, já. Byleth og Joker. Og þess K-Rool og Byleth og Samus. Byleth er náttúrulega mjög sterkur karakter á móti. Please use I need it. Hvað sagði? Please use I need it. My mom's gonna hold Viltu lýsa? Já. Það var það? Já. Þetta er bara... Leikurinn að byrjaður. Er spilum þetta? Já. Var í öskra please. Hérna eru Dirk með sín fallegu tags. Báðir bara default controls. Rocking the default controls, alveg gamers. Hendur út 6 rolls þarna í röð, sko. Alex er að komboa hann hérna. Damn, ok. Þeir eru alveg með stórt líf til að byrja með. Alex var þarna að komboa hann. Sástu þetta kombo? Ok. Núna kemur klassíska doubles. Doubles mayhemið. Bara fólk að flýja út allt og... Já, sástu. Já. En, Alex með að pína Kukkan Joe. Kukkandi Joe, þeir eru alveg með allt stegsmjöldurina. Thomas verður með stór downbeat og hittir það. Og downbeat! Let's go, ok. Þetta er sterk líka þér. Charge-shotti tekur hann Thomas. Bro is not a thinker. Sá þetta ekki sem en Juice Kid var pulling the thinker? Hann var með the thinker pose on. Bro is not the thinker. I'm a thoughtful guy. I'm a thoughtful guy. I have a lot of thoughts about a lot of things. Já, þeir virðast vera alveg með á pínu. Ég sé ekki stokkant út á overlegin. Já, pínu vandamál með overlegin að það sést ekki stokkantinu, en Alex og Thomas virðast vera með þetta Svolítið under control. Frekar lockdown. Þannig að hann reynir að sökka hann Thomas, en Alex er... Reynir að sökka hann kokkan. Alex er svo eini sem fær að sökka hann Thomas hérna, sko. Sástu þetta team combo? Thomas comboði Alex beint inn í fordelt hans Joe's pose. Því líkt team synergy á þeim. Og reynir sökka kakkið og verður bara spækaði fyrir það. Þeir taka... Sjáu þið Joe og... Þeir eru að plana eitthvað, sko. Þeir eru með einhver... Devious plan. Devious plans. Joe's bow. Hvað finnst þér þetta Super MS? Já, ég er að velta fyrir mig hvort ég að channela minn innar hratt og fara að heita á Thomas. Nei, Guilty Gear á morgun, maður. Guilty Gear á morgun. Nei, Thomas er góður drengur og á allt skilið, nema að vinna þetta mót. Hann á ekki skilið. Nei. Hann var að vinna fyrir því. Það var engin skilið neitt í keppni. Nei, það er rétt. Það var að vinna fyrir því. Algjörlega. Það er mjög flott að sjá, Dreka og
og Joe Spo að komast í topp 4. Eru þeir alveg sterkt lið? Svona hérna með þeirra snabbt. Ok, sjá þessi tactics. Þetta með Bowserinn og þetta ras. Við byrjum með... Þetta Devious Plan. Bowser side B. My beloved, Bowser side B, my beloved. Og Thomas kominn með Elite Strats hérna líka. Því að það spamma neutral B eins og alvöru gamer. This is ultimate! Já. Hann náði ekki. Og þeir að lemja sinna í liðsfélag. Oh my god. Þeir hata hvort annars bara. Og Thomas með... Þetta getting heated. Þetta getting heated, sko. Alveg brjálæðir. Combos, ok. Komin með Sæðir, klassíska. Hann var tilbúinn að drepa sig sjálf. Heyrist í þessu on stream, þeir bara öskra. Nei, þarna fer Bowser. Taktu stokk, A og B. A og B. Spott og spjek, A og B. galar upp í tré. Þeir eru enda að finna Þeir eru ekki alveg búin að finna út úr hvernig á að taka stokk. Emil er Gattolti. Down B-ið, stórt. Hann tekur stokk. Hann tekur stokk. Combos. Bókstaflega of seint til að bjarga honum á millisekundinni þegar hann deyr. Bara svona, ég gæti komið inn fyrr og bjargað honum. Hann verður bara fyrir mér, sko. Hey. Oh my god! En ímyndið ykkur það Fáum við replay á þessu. Amazing game. Þetta var fyrir hype moments and aura. Þvílík team synergy hjá þeim. Hann losnar við Alex og getur ekki hitt hann aftur. Og hann bara hittir hann aftur. Þvílík synergy hjá þeim, maður. Gært. Þetta er best of 5. Best of 5. Nei, þetta er best of 3, þetta er búið. Þetta er top 4? Nei, þetta er ekki top 4. Ok, never mind. Menn segja GG's. I call game! You call bank? I call game! No curveball, no change-up, nothing but fucking gas. Next up, skildist með vera Valdómar vs. The Givers. Býtu, hverju aftur Givers? Valdi Kaldi. Það er Turbo Creamer og HVV. Turbo Creamer og HVV. Nei, sko, HVV, hann er með mjög svona... Hann er með gott nafn, sko. Ég var að hugsa hvernig hann er með svona, þú veist... Smitandi. Hann er með svona smitandi orku við sig. Sko, það er hættulegt að hann er paraður síðan upp með Turbo Creamer. Af því að hann er svo góður í að spretta því. Nei, sko, þetta er hættulegt combo, eitthvað sem er Turbo Creamer og eitthvað... Og hann hefur HVF með sér, sko. Já. Dangerous. Shout out to Magic Johnson. Við myndum örgulega að sjá Turbo Creamer bara henda HVF bara yfir allt sviðið, sko. Hvað heitir liðar þetta? Liðar heitir... The Givers. The Givers. Ég var að tapa mótið en ég fattaði ekki. Þú varst að tapa mótið The Givers. Þú varst given. Ég kom með HVF. Ég kom með HVF, bro. You caught it. Jesus. Hvernig breytir maður síðan... Vil ekki bara allir sjá okkur? Erum við ekki bara að taka Já, ég meina við, já, ok. Við verðum síðan tilbúinir. Já, hvernig... Við lifum sem við komum svona Manosphere podcast. So, what's your opinion on... You know, a woman, they're supposed to go to the store and buy apple. Nákvæmlega. Hashtag kjósa mig. Did you know that water is actually super unhealthy? No, bro. Did you know that? No. It just bloats you. Yeah, It has no nutritional value. Yo, Dave, can we check the signs, bro? Bro, can we check the signs? Oh, yeah. Dave says so. Dave says that's true. Aldis, fact check. Aldis, fact check. Fact check. Alex, fact check. Alex, fact check. Fact check. Fact check. Já, fact check. Síðasti leikur fyrir top 4. Let's go. Spennandi. Síðasti leikur árið áður en síðasti í best of 3. Ég held að top 4 væri byrjað. Ég var að finna rugga. En?
Shout out to the Muppets. Shout out, sko. Jim Henson, fucking geit. Gaur, við erum að tegja alveg virkilega þakkláttir fyrir þetta, sko. Fyrir þetta shout out. Já. Þú veist, small indie Small indie mynd. indie Það project. kannski heyrti maður, þú veist, Muppets A Christmas Carol, svona indie jólamynd, sko. Já, Þú veist, eitthvað small indie studio sem heitir Disney. Já. If you know, you know, If you sko. know, Þeir eru svona on the come up. Yeah, svona- svona, on the come up, if you know, you know. Þeir eru svona byrjuðan á svona pínu, svona underground fanbase. Svona on the come up Já, monopoly. þú veist, þeir eru með eitthvað svona series af svona mismunandi myndum karl sem heitir Marvel Já, ég er ekki alveg- Cinematic Universe. Já. Já, Ég hef heilt Það er það þetta, með sko. Batman. Nei, það er með Spiderman. Ertu alveg viss? Já, Það er með Spiderman, það er með Spiderman. inni. Það var eina Já, ná Sam Raimi myndina. Nei, hann er með Garfield, Grettir, Já. sem elskar lasagna og hata manna bara. Allir einmitt, Já. með Grettir, já. Og áhugavert að þau castuðu Kött sem Kóngulómaður. kóngulómann. Já. Áhugavert val, en þú veist, ég minna, þetta er nú mynd. Nei, svona málið með kóngulómannin er að hann drepur kóngulær. Ég elska líka í Spider-Man, Já. Spider-Pig, hann er ekki, hann var kóngulós og bitið á Radioactive Pig. Já, og var Spider-Pig einmitt. Ég líka elska Nicolas Cage að leika í þannig Spider-Noir projektinu. Já, Nick Cage, shout out to Nick Gaur, Cage. fólk sem er að horfa skilur örugglega ekkert hvað við erum að tala um. Við Þetta er erum svo bara vís. Ég sko, hafið séð hana, hvað heitir hún, ég man ekki hvað heitir, það er svona basically Five Nights at Freddy's nema Nicolas Cage er í því. Já, Það er ég svo veit hvað fucking- mynd er, ég hef ekki séð hana. Hún er svo fucking fyndin. Hann segir ekki orð í myndinni, hann til í blá loki. Þegar Nick Cage, by the way, maður sem er með Oscarsverðlaun fyrir Best Actor, var í mynd sem er basically bara bootleg af FNAF. Já. Hann segir ekki orð, hann til heiti í blá lokinu, það er bara eitt orð. Og hann er bara allan tíman að lemja fucking animatronics. Já. Og hann er svo góður í. Hann á, þú veist, Hann er bara oral-forming. ég elska Nick Cage. Nei, bara, því að þú veist, Not the bees. því að þú veist, þetta var ég held hann fekk bara varla neitt borgverk, það var bara, þú veist, þetta var passion project. Já, þetta var bara eitthvað. Veist, Hann sko, er ég- einmitt inn á þessum leikunum sem fer Já. bara einhverja nothing myndir og bara. Ég respekta það svo mikið þegar þú veist Rob Pattinson Já. fór úr því að leika Twilight, mold ríkororinn og Daniel Radcliffe og Harry Potter þeir bara um weird shit. Já. Eða þú veist, Robert Pattinson gerði Batman, en þú veist, hann var líka í, hann var í nýjustu Miyazaki myndinni, The Boy and the Heron, Ghibli. Mjög góður inni, mjög góð mynd. Þeir byrja að taka Batman 2. Ég veit. Já, ég er spennt fyrir hana. En síðan, Er Lego Batman leikurinn búinn að koma út? Já. Príortis er komin út, Já. en leikurinn sjálfur kemur 20 saman. ég vona að setti sig Kom ekki, út í dag. er setti að byrja? Mér sýnast að setti er alveg aðfara að byrja svo. En það var líka, Það er að... en líka, þú veist, Daniel Radcliffe, sem var Harry Potter, hann er bara í mynd, hann er í mynd það sem Já. saumað byssur við hendur. Já, heyrðu, ég sem Hann var líka í Weird Al myndinni, það sem þeir gerðu documentary, eða þú veist, mynd Já. lífið hans, sem er allt bullshit. Í myndinni deytar hann með Dana, og sem ekki lofa ekki Weird Al Yankovic var ekki deytað með Dana. Ég er bara hvort það heyrist í þér. Heyrist í mér. Ég veit það ekki. Leikurinn En já, The Givers á móti Vald Ómar. HVF með Little Martinsson. Skulum, Ekki svo við lítið. skulum vona fyrir Ómar að hann sé með vörn. Við viljum ekki að Alfred Valentine fái HVF. All jokes. En hann er Small bara... day, big dreams. Hann HVF að fætla bara... Hann er ákveðin að fljúa sýnist mér. Hann er bara... Hann er spreading, sko. Hann er að dreifa sig stage. Komum við K.O.-bánsið og fer Og K.O. hann- út af sviðinu. En Creamerinn er nú... Standa sér vel hann í miðju sviðinu. Já. Turbo Creamer. Turbo Creamer. Komin í Buster. Oh my god. Og fer fljúandi af Þetta er of vel hugsaði brandari. Það besta við þetta nefnilega er að þetta var ekki premeditated. Þeir vissu ekkert að þeir myndu vera saman í lífi. Já. Þegar þetta var þeim báðir vönduðu teammate. Já. Og bara þeir voru einu tveir sem vönduðu teammate. Og bara, já, þið tveir eru þá í teami, I guess. Og það verður það HVF og Turbo Creamer. Ég veist þetta.
Heimurinn gullfallegur staður. Fully charged forward smash, þetta myrðir. Hann HVF sá þetta coming, sko. Gud. Absolute sin. Absolute cinema commentary, sko. Nei. Turbo Creamer komur í Buster. Og hann er komið með protection. Kominn í Smash Art líka. Æ nei, HVF búið. Holy shit. Æ nei, það ekki bara Það er ekki bara frekar góðar fréttir. Heyrðu, þeir taka það. Turbo Creamer með two-stock. Gifverarnir gefa þeim fyrsta leikinn hann. Nei, þeir tóku lengur. Það tóku þeir. Þeir eru ekki að gefa lengur. Þeir eru ekki að gefa lengur, sko. Þeir eru mætti til að taka. Þeir eru að reyna að komast langt inn í þetta Þeir bracket. ættu vel að vera að kalla þeir takers núna. Þeir takers. reyna að smita the bracket. Taking Þeir games. eru infecting the bracket, sko. Taking games and virginity. Ok, leikur til að byrja. Núna þurfa Valdi kom með keirúl. Valdi var að pulla hann að ít upp gleraugunum úr. Valdi að pulla út stóra eðluna sína núna. Það reyna að kombata þetta. Sko, langi raninn var ekki alveg að ná að vinna HVF. Langi raninn var ekki alveg að duga núna, svo núna tekur hann út. Búmið þess að hann fyrst nákslega. Stampið að planta. Já. Raninn hans. Raninn var ekki alveg að virka, svo núna var hann að taka út stóru eðluna. Hann með protection, sko. Hann með protection. Hann með protection, það er þetta. Belly armor, sko. Þetta er counterpick. En protectionið hans nóg til að komast inn Smash aftur hjá Turbo Creamer? I guess we'll have to see. Við þurfum að sjá, já. Turbo Creamer fer hann að fljúandi, en lifir af. Dettur út úr. Og HVF fer off stage! En hann kemur til HVF er uncontained. Og getur að taka komboar í backslassi. KO punchar hann. Ekki á Norri. HVF hefur alltaf verið svona hittað hægt, sko. Algjörlega, maður. HVF þetta. HVF bara farin á stage. HVF er uncontained. HVF ætlaði að brjóta protectionin hans Turbo Creamer hann. Það fær forward-airið til að taka hann feita krókódíl út á sviðinu. Það er ótrúlegt þetta. Þetta protection virðist ekki vera að duga sem átti Turbo Creamer. Hann HVF nær ekki að make a back. En ef hann er að isolata Turbo Creamer, þá væri hann alltaf ekki HVF. Já. Turbo Creamer Turbo Creamer eini með 2 stokka eftir. Komin í Smash Art. Og hann finnur það. Hvað hárið prósentu var hann? Nei, á þarna. Núna er Turbo Creamer einn á HVF er ennþá lifandi. Það er slæmar fréttir. Valdi er að elta hann Turbo Creamer hann upp í loftinu. En hann kemst aftur inn á fyrir. Ómar er að tortíma HVF. Já, HVF og Ómar eru brawling þarna í miðunni. Þannig að Ómar vill ekki fá HVF, sko. Ekki aftur. Long time rivals, HVF og Ómar. Nei, og HVF fer af stíl. En hvað getur Turbo Creamer gert með þetta? Hann nær Valda. Var þetta síðast á stokki hans Valda? Já, núna er það bara Turbo Creamer á móti Ómar. Hann er í shield art. Hann er í shield art, hann er með protectionið. Svo hann lifir af Ómar. Ég get ekki séð hversu mikið prófstu Ómar er á, en með við knockbackið þá þyrfti hann eiginlega... Hann er svolítið hárið prófstinu sín. Hann þyrfti eiginlega að smasha hann, sko. Nær góðu edgeguardana, en hann er komin í með limit. Hann er komið í... hann er í smash art. Komin í smash art. Interruptar. Það tekur það! Edgeguardu, já. Og Turbo Creamer, The Givers taka þetta. The Givers taka það! Og gefa okkur þetta frábært set. Þeir gefa Ómar og Valda HVF. Það er svona að heita The Givers, sko. Þeir eru svo gjafmildir. The Transmitters væri kannski verið accurate, sko. Þetta er Valdum, núna er það The Givers á móti Mash and Masher. Já, ok.
Mash og Mashen á að forðast háið vaffinu. Sko, málið með Mashers er að þeir oftast komast ekki í það að fá HIV. Já. Svo... Yfirleitt náðu ekki einu sinni fyrsta skrefinu til þess. Já, og það svo... er ekki skrítið fyrst skipt að vera smá stressaður, sko. Já. Sérstaklega þegar þú ert að díla þessu. Engin komst fyrir topp 4, það voru víst komst fyrir topp 4. Þau voru hræðileg. Nei, topp 4 er nú ekki... Það er rétt að byrja núna. Það er bara að byrja núna. Top 4 Ég er ekki juice kid. Ég er ekki juice kid. Ég var Ég er ekki juice kid. Ég er ekki juice kid fyrir 5 aura. Ég er juice kid. Engin okkar er rétt mertur núna. Nei, ég er ekki. Næsti. Koma. Eitt viðbót. Come on. Let's go. Sjátt þetta Valda, bæði við. Já. Big Sjátt þetta shoutout. Valdi. Big shoutout, sko. Big Unk. Hvað er þetta Valdi? Hvað mótel er þetta? Hann er yngri ég. Nei, hann er ekkert yngri en þú. Ég er 0-2. Hann er ekki yngri en þú. Shit, sorry, nú er ég Thor. Hann er Unk. Hann býr í Unk's Palace með rúmínum sínum Punk. Palan. Við getum líka bara, Kristján, við switchum núna bara. Ok, stopp, við switch. Ok. Switch it up. Bara him, ég er him. Ég er hann him. Bara him. Him. Persóna, þá bara nota ég ekki pronouns. Ég nota ekki persónufornöfn. Bara ekki. Ég fer einungis eftir nafni. Eða... Ef þú vilt tala mig, segðu Pálmi einungis. Já. Miðflokkurinn, am I right? Sveitarssona kostninga 26 be like. Hægri svefla. Hægri svefla, já. Því miður. Sjátt þetta Rebbo af hana, bæði við. Fokk, já, ándjóks. Shoutout, big shoutout. Ég sem ekki meðlumur the community. Ekki heldur. En sem vinur einstaklingi sem meðlumur community. Já. Það er bara að segja shout out. Hvar myndi Giltiger vera án þeirra? Damn right I support you. Hvar myndi Giltiger vera án þeirra? Nei, ándjóks, actually, bara hvað væri fighting game community Ef að væri ekki fyrir... Án fánanna, sko. Hörðu, en við erum að fara að henda okkur í fyrsta leikinn bara. The Givers á móti... Oh shit, það er beef! Oh my Það er god, beef! holy shit! Það er beef! Holy shit! Jó. Kemur í ljós að Alex er með langtíma barda við HIV. Oh my god! Við skulum ná leikinn á fullscreen. Svona. Let's go. Er þetta actually byrjað? Heyrðu, og HIV var fyrir strax að deyja. Strax farið. Góða fréttir, HIV fyrir þetta, já. Stage 1 af honum er farið. En ekki svo góða fréttir fyrir Turbo Creamer. Nei, góða þetta fyrir hann, sko. Hann vil helst hafa HIV hjá sér. Ó, big combos. Thomas nær ekki að síla dílina þessu kombói, en... Turbo Creamer. Báðir búin að missa stokk mjög snemma. Þetta lítur ekki út eins og besta byrjun fyrir það. Nei, það er einmitt svo erfitt fyrir HIV þegar Turbo Creamer er ekki að varja hann. Er ekki að penetrate. Hann er ekki að penetrata neutral. Turbo Creamerinn þarf náttúrulega pínu svona að inserta sig inn í leikinn. Eins og að HIV koma sér inn í leikinn til þess að HIV getur gert the damage sem HIV getur gert. Big edge guard en big edge stokki. Komin í smash up. Þeir báðir núna í horninu hana. Big F-smash frá... Og Turbo Creamer tekur stokk. Ok. Turbo Creamer er fljótur að creama. Hann er kannski fljótur en wow, hann gerir mikið. Já. Valdi var komin á tvið. Ok, núna eru... Strongest soldier, shout out. Fiddle-diddle-dee. Núna er HIV farinn
Og Turbo Cream bara eftir til að reyna að... Til að reyna að klára. Big Down B og það sendi hann ekki minnst af að hann var með vörnin á sér. Já, hann var með vörnina, sko. Ekki einu sinni stóra... Maður vill alltaf geima vörnina. Just in case. Og Turbo Cream meikar ekki tilbaka. Meikar ekki tilbaka. Nær ekki að klára þennan leik. Nær ekki að klára þetta. Þrátt sé hann sé svo fljótur. Hæ? Þrátt sé hann sé svo fljótur, sko. Þátt sé hann sé fljótur, þá verðist þarna experience Alexor með HIV vera að bjarga hann svolítið. Ég vil þakka Alex fyrir þetta fullkomlega serapa brandara á hann. Og hérna hendum við okkur Game 2, hvort að... Og hann er orðinn græn Kirby. HVF komin á The Suckers núna. Aðeins meira sneaky, aðeins meira minna tactable. Þá þeir með smá nýtt strategy. Hann ætla núna að reyna svona... Við erum að reyna að fara player cams hérna. Við erum að fly út. Já, þannig að overlay skapilíks. Maður veit ekki hvað maður að hafa, við erum að setja Heyrðu, ég ætla að sjá Þetta er fínt. Gameplay frá HVF. Uppáhaldsmúfið hans upp í ég að make a work hérna. Make a work. Mál með upp í það er bara gets right to the point, sko. Stone, hann er rockar. Grjótharður HVF. HVF er grjótharður. Hann er grjótharður. Engin hræðsla í þessum auðvitað, sko. Gæti nokkuð verið að distracta player og svolítið með þessi commentary. Halló. Þú ætti að geta þóla smá. Ef þú ætlar að höndla HVF, þá ætlar að þóla smá pressu, sko. Já. Ef þú ætlar að höndla Turbo Creamer líka, sko, verður að... Og Alex uppgunnar þá hana off stage. Ég er bara að hugsa góða brandara. Wow, og Turbo Creamer er bara búinn með stokkarna sína. Ó, vá. Ég er ekki að horfa á leikinn, ég er bara að hugsa brandara. Hann getur nú tekið stokk með Hann getur stokk með A og B. Vill Turbo Creamer taka stokk af HVF? Nei! Oh my god, hann er svo harður! HVF! Hann er svo harður! Smashar hann! Ég veit það var ekki smashar. Nei, en þú veist, hann smashar með Big Rock. Hann er grjótharður hann. Hann er grjótharður. Og HVF fer niður. Og HVF fyrir vandræðum hérna. Ó nei. Thomas að vera toxic eins og hann var. Ef hann gæti bara activate alnæmis installið sitt. Fyrir coverage á þeim hérna. HVF bara kemst ekki neitt þar. Og hann er búið að grípa, hann inn á HVF. Getur HVF recovera hérna? Hann Alex Hann er komast aftur á stage-iðun. Við sýnast hann Alex. HVF er niðurlega! Og tekur 2-0! Það virðist sem Alex og Thomas geta höndlað HVF eins og ekkert sé. Þeir náttúrulega þegar vanir match-upinu Mikið reynsla. Hafa fengið að spila þetta mjög mikið með Jópi. Þeir hafa spilað mikið á móti Kirby, ekki HVF á móti Jópi. Það er ennþá sens, sko, já. Það er ennþá sens, kannski náður að spöta. Og HVF er HVF skilnir kartur? HVF skilnir kartur. Ok. Er það Kirby áfram eða er eitthvað annað? Ætla hann að sökka þá eða? Ætla hann að sökka þá? Það er annar tekník. Það er sökk. Nei, hann heldur sig með sökk-tekník. Er hægt að fá HVF? Já. Mér býst við það. Manneskja sem er að sökka getur fengið það. Já. Safe sex kids, munið þið. Já, nei, þetta er góð kennsla hérna. Passuðu upp á öryggið. Svo að það sem þeir ættu í raun að gera er að hann ætti að fá copy ability frá Turbo Creamer. Nei, actually. Protection hans Alex að brotna næstum í þarna. Út af Thomasi líka. Thomas með aftildi, nei hann ekki. Og hann sendur hann á stage. Turbo Creamer bursting núna. Þetta er vel gert hjá Thomas. Bursting at the seams, sko. Coming off stage, þetta er hættur staða. Ég elskar bara Valdir en hliðina á okkur. Lock the fuck in. En unknown tæknin aðeins að stríða okkar. Startiki er besta síða ever, virkar alltaf og hefur ógeðslega gott UI design. Já. Elskum Startiki. En eigum við að tala um þetta, Turbo Creamer og HVF. Eru komnir á 1 stopp? Komnir á 1 Eru þið fara á stopp? 6 stopp? Og þið veitir hvað 6 er á íslensku? 6! Oh my god! It's all making sense.
Þetta... Ó, Big F's. stórt. Nær ekki að drepa Nær að þá. penetrata báða í Penetrate. En þeir eru ennþá lifandi. Forward smash. Tómas! Annan down. hit frá Tómasi. Alexa. Maður gæti hann að vinna. Þetta Ó, er strategi. Ok. Hamarinn frá... Hann hamrar hann. Hann hamrar hann. Það er svona brennur. Með grjótharður. HVF kemur. Hamrar hann brennan. Kveikjum eldana þar sem HVF brennur. Sástu Og hann er það. Þetta á bila. Kastar hann beint inn í stóra heita. Glæsilegt Glæsilegt frá The performance. Forgivers. Og Alex hefur loksins sigrað HVF. Með hjálp Tómasar hafa þær unnið í gegnum þetta. Já, þetta var... Það hefði engin annar verið jafn Þetta tilbúin hér- að þeir fyrir HVF. Þetta hér litla... Búm! Úff. Þvílíkt teamwork hjá þeim. Geggjað synergy hjá Mash og Masher. En hann Turbo Hvílík Creamin á ekki synd. að klára nógu hratt. Nei, Hvílík synd að HVF ná ekki að fara lengra inn, sko. Já, ef hann hefði bara komist aðeins lengra inn þá... næstur á stream. Held ég sé Ég og Þór. Við tveir. Já. á móti Natsuki Daniels. Natsuki Daniels. Happy birthday, Daniel! Damn, Daniel, back at it again with a white band. Ég grípa mér smá vatn áður en við byrjum. Yo, you're sponsored! Oh. You're sponsored! Badam. Hvað erum við að fá? Hvað er næsta sett? Hvaða sett erum við með? Getum við pullað upp bracketið á stream? Er það hægt? Hold up. Við erum að reyna að pulla bracketið upp á stream svo ég hafi betri myndi hvernig þetta er að ganga. Við erum núna komin í top 3. Losers, er þetta winners final? Þannig, þetta er winners finals. Ok. Joe Vallis and Bray. Þetta er vitlaust, ég maður það. Yo, Birkir, what you doing out here with all that Mandalorian Season 2? What? All that ass. Ég var bara að spila skák, eitthvað sem ég er ekki góður í. En varstu að fylgjast með hvernig HVF var að reyna að spretta sig í gennum bracketið? Já. Nei, ég var ekki að fylgjast með þetta. Ég var í ákveðnum punkti að vera hægt á leikinu og byrjaði bara að hugsa brandara í kringum HVF og Turbo Creamin. Mér slæsti líka að þetta var ekki premeditated fyrir mót. Það bara vönduðu liðsfélaga og það var sagt, the Turbo Creamer, HVF. Já, maður hefði haldið að það hefði verið örlögin að þeir myndi vinna, sko. Þetta var svona wasn't meant to be. Því Því miður fáum við ekki það HVF. er ekki í losers. Nei, þetta var losers. Þetta var losers. Þetta var losers semis, eða ekki? Auðvitað fær þetta HVF úr í semis. Auðvitað duttu The Turbo Creamer og HVF út í semi. Þeir voru ekki komið, þú veist, full. Semi var ekki nóg. Turbo Creamer fekk ekki eins og að klára. Því miður gátu The Givers ekki farið lengra inn, sko. Dýpra inn í frætt. Og það hefði getið gert real damage, sko. En því miður eru HVF og brandarinn að vera búnir, þar sem nú erum við bara með Juice Kid og Thor, Joey Valens and Bray, rappara. Gerðu þann að hit you with the Punk Tactics, þeir ekki með. Og síðan Natsuki Daniels, Break á móti og Mabel góð. Mabel og Break, svona Break er kannski komin í, hvað myndi, fyrsta, ef Vald er Ank, þá er Break kannski svona Turbo Ank. Myndi ég halda það. Hver er ekkert svo gammalt. Valdi, veistu hvað Break er gammal? Er Break ekki eldri þú eða? Hann er þetta, já. Er hann þá Turbo Ank?
I don't know. Er hann Unk Prime? Það er engin eldri en Valdi. Nei. Valdi er eldri en Tími. Hann Airly er Unk Prime, er það ekki? Juice. Hver er Airly eða Break Unk Prime? Ég er hann að fylla þennan gaf. Sko það verður mjög lítið analysis hvað er í gangi, ég veit ekkert hvað er í gangi hérna. En sko, trikkið til að gera hype leiki er bara að vera Nei, ég trú ekki að gera þetta! Nei, og þannig kom þessi árás! Það kom þessi árás maður. Ég ætla að segja því í leiknum. Líka getur bara, þú veist, respekta drippi hjá hann breykina. Icewear, represent, Ísland. Já. Kodak hjá Maple Vestel Gold. líka. Kodak. Og Nike og Vans. Er hann, ætla hann Juice Kid komið út með The White Vans? Það var að kenna hvernig á að taka myndir eftir pop-offs. Ég vil sjá eitthvað alveg pop-off, sko. Ég vil sjá... Við erum að fara að sjá það í þessu leik. Þetta voru top 2 seeds, held ég á leiðinni. Og við áttum að keppa við eittir, við gerðum það ekki sem betur fyrir, annars það var enda þar. En við erum með Diddy. Ó, hvað No gerist? Diddy. Tæknilegri... Einhver hefur verið tengdur. Restart. Heyrðu, þetta var jafntefli. Takk fyrir að horfa. 1-1 upp. 1-1 upp. Getur ekki bara látið 2-2 upp þannig að við erum bara beint í final game. Bara svona hype moment sem núna. Bara segja winner takes all, 1 leikur, hype. Já, það er samt ekki jafn hægt að, þú veist. Það er verið part. Eins og ef þú væri 3 Já, leikir skilja, hver var með 1. En þetta er núna best of 5. Já. Þannig að það... Við viljum hafa það. Við viljum 5 leiki. Eins og er sagt í körfunni, skemmtilegustu orð í körfubolta, á íslensku, leikur 5. Já. Skemmtilegustu orð á íslensku, game 5. Leikur 5. Það er ekki orð á íslensku. Nei, ég var að fatta þegar ég sagði það. Ég er samt núna að tala King Diddy og Rob á móti Diddy Kong og Lucas. Ég vissi ekki að Maple væri... Er Maple fully komin á Rob? Nokkuð veginn. Oh shit, ég hef aldrei séð Maple spila á Rob, þannig að þetta var áhuga. En við erum að byrja vel og sko málið með að kommentata doubles er það er eitthvað í gangi hérna. Það er alltaf mikið. Takk þú þennan helming. Já, við erum að skipta í Og við erum með Diddy að henda Rob á stage, reyna hann á bananum upp. Og Thor að koma Maple á stage, reyna að ná okkur í Erakon á kombóinu hérna. Rob. Og knockdown, næra hann að drepa hann. Nei, hann er lifandi. Hann er bara aftur til 3%. Hvað er ég að Við erum Það lítur út fyrir að Joe Wellens og Brace séu svolítið meira svona að reyna að halda á fjarlægð. Já. Og það er, nei. King Diddy er ennþá lifandi. Kemst aftur á stage. Og er þetta nóg? Er þetta nóg til þetta bara? Nei, Rob er lifandi. En það er komið high percentage. Hann juicer hann á þeim báðum af stage. Getur ekki, nú bara juicer hann að edgeguarda í hana. Og hver var það? Hver dó? Það var Rob. Það var Maple Gold, fyrsta stokki. Þeir eru allir báðir, allir hinnir, allir voru komnir í 100%. Og þannig fer Thor. Þeir eru að fljúa á skjáðin. Og þarna fór Juice. Unk Prime er ennþá lifandi. Það er bara DDD sem er ennþá lifandi. Sem er fáránlegt. En með risa hitbox. En hann líka, hann er heavy. Jú, Big boy. Vissulega. Thick. Hann er á 180. 193. Við viljum 200. We want 200. Nei, hann var í 200 þegar hann dó. Þegiðu hver sem sagði 60. Ég er að elska communicationi í setinu, sko. Þeir eru að tala við þannig. Við vorum ekki að gera það. Við ættum eiginlega bara að láta heyrast í þeim sem eru að spila. Við veitum miklu meira leik en... Þeir hafa gleymt meira um hennar leik en við höfum lært hann. Já.
Ég ætla bara að segja það. Þetta var rosalegt move. Juice á final stock hérna. En er hann með the juice til að reyna að klára þetta comeback hérna? Never count out the juice. Þetta var glæsilegt snæp hjá Maple Gold. Og hérna er break komin á 1 stokk líka. Maple er það líka. Það er bara Þór sem er ennþá á 2 stokks. Hann er samt í 122%. Það er risky business að engagea hérna en þarf að gera það. Byggja upp eins mikið damage og hann getur meðan hann er ennþá á lífi. Eða bara ná kill. Up tilt. Og þarna fyrir það allir á final stock. Daniel. Þessi fyrsti leikur er að fara alla leið. Rob kominn á stage. Hann kemst aftur upp á. En Þór nær ekki punissunum. Up tilt. Rob er off stage. Og er yndrað. Maður byrjar bara að stuða, maður getur... Það var svo langt inn að þetta skoðu hlugur. Juice að reyna að ná reykjana. Það kemur hann á stageinu. Juice er ennþá lifandi. Juice og Maple hérna að berjast. Juice að berjast rétt fyrir lífið sínu. Það eru allir í 100% brús. Og það breykir skotin af. Nei. Og þarna er það. Hvílíkur fyrsti leikur. Last stock 100% allir. Þannig viljum við hafa þetta. Það kláraðist á loka sekundunum, ég sjá hérna. Og þarna up throw. Og Juice rennur á banleikiði. Hvílík byrjun. Yo break, more like broke, segja kommentin. Við erum með haters í spjallinu. Broke, who broke? Ég hata ykkur. Þetta er Solar Sonic 09. Þetta er Solar. Það er verið að name droppa henni. Alveg ef maður ætla að kalla ykkur broke, maður má ekki verið nafnið, sko. Nei. Þú verður að koma fram undir nafni og segja þetta eins og maður. Eða kona. Eða kona. Ekki svo, ertu maður, kona eða mús? Það er góð spurning, sko. Konur eru líka menn, þú veist, maður, það er karl. Ertu karlmaður, kvenmaður eða mús? Já. Valdi. Ég er Valdi, mús. ert þú karlmaður? Valdi confirmed mús? Ég er mús. Ég er nokkuð vissum að hafa einhvern tímann einhver spurt Valda. Ertu maður eða mús? Unironically. Nei, Nei. það, oh my god, ég var Hvað var það? að skjáta þetta var, þú veist, það var eitthvað tattoo shop opið og ég var bara eitthvað, þú veist, ég var að skoða og ég var ekki svona alveg viss og gænuna sem var að sjá tattooinn var bara eitthvað, þú veist, Ertu maður? ekki vera mús, ekki vera lítil mús og þaðan kom djókið í hérna stóra rotta, því ég meina, ef þú ert lítil mús, The big rat. Á það að vera stór rotta. The big rat. Já. The big rat. Núna mega þennan Tsugi Daniels ekki vera litlar mís. Þeir verða að vera stóra rottur í þessum leik. Veistu, ef þú ert ekki að spila svo rotta, þú ert ekki að reyna að vinna, sko. Nákvæmlega. Ef þú ert ekki, if you're not cheating, you ain't trying to win. Ég veit ekki samt hvernig það ætla að svindla hér, en Það er örugglega hægt að finna leið. það er öll að finna leið. Game. Þetta var... Í stokk hérna. Juice og Tók báðir svona tiltölulega lágir. Þeir eru... Þetta er mjög svona, þú veist, 2 bardagar að gerast á sama tíma frekar en eitthvað annað. Já, þetta er ekki eitthvað svona eins og þegar við vorum að spila. Þetta er 4 gæjar að hlaupa konan og eitthvað gerist. Já, þetta er miklu meira tactical. Reyna að skilja konan annað. Þú vinnur þetta í aðskilnaður, sko. Nú, You want the divorce, hérna. from experience. Nei, fóröldur mínir er það ekki. Og við erum náttúrulega þríkvæntur maður. 23 ára, giftist 20, 21, 22. Mættinn spila Smash. He was a skater boy.
Fúsa? Ef einhver þekkir Fúsa, vinsalegast látið okkur vita. Var þetta mammas Alex eða? Eða var þetta kennari? Hvað var hann að gera þessu? Það kom að kona einhver og sagði Alex, þetta er búin að loka hurðinni. Ekki. Ó! Gott edge-guard hérna hjá Juice Kid. Þetta er Sabathon, já. Hvað viljum við styrkja? Við erum að styrkja krabbamein. Við erum að styrkja brjóstakrabbamein. Við erum ekki að styrkja. Þetta er ásvöldið ljótt, við erum ekki að gera það. Við erum ekki að styrkja neitt. Nei, ekki gefa donations ef við haldið að við séum að styrkja eitthvað. En því miður ekki. Ég er að styrkja ristilkrabbamein, bara þú veist, ég er fyrir ristilkrabbamein, ég vil meira ristilkrabbamein. Þess vegna ætlum ég að katta trefjar út úr mataræðinu mínu. Ok. En já, leikurinn er í gangi og Juice er dáinn. Og hérna er það, 1-1. Og býttu! Þeir voru heldur betur stóra rottur í þessum leik. The Big Rat. Hvað fíla peysunni á honum Alex. Þetta er drip. Já. Þetta er drip. Lítur út eins og hann sé að spila bassagítar í svona emo-hljómsveit. Það eru krakkar með hjólabretti í bakgrunum. Ég er að vona að einhver að gera ollie. Krakkar, kunnið að gera ollie? Já, gerðu ollie, right now. Gerðu kickflip on stream. No way. Við erum að fá content hérna! Við erum að fá content! Let's go! Hey! No way. Glæsilegt content. Don't insane. Clip that. Ég get sagt það fyrir okkur öll sem voru stödd hérna að það var enginn að búast við því að einhver myndi gera kickflip on stream. En þú veist aldrei hverju þú mátt búast við. Nei, sko, þetta er akkur grassroots mode eru best. Af því að maður í venue sem einhverju krakki getur labbað inn og gera kickflip. Þú mynd aldrei sjá þetta á eSports World Cup, það er bara það sem ég ætla að segja. Aldrei sjá eitthvað svona gott. Og... Hvað er hér á Juice? The Juice! Juice, nær hún niður, kemur hún á off stage. Maple All Break er að koma í 100%-ana. Nú er Juice að reyna að halda break af, reyna að eskarta break. Og er þetta nóg? Nei! Braki kemst ekki aftur upp á switch. Er það braki eða break? Alveg. Break. Ég hef búinn að segja braki. Braki. Eins og að segja þetta er svona. Hann er break. Ekki disrespecta manninn svona. Come on. The Iceman was a nice man, now I'm hot and cold. Ó. Það er engir nice menn hérna, það er allir heitir og kaldir. Ok, það er ná... Big hammer! Og Juice og Þór eru báðir í 3 stokk, ég bara var ekki búinn að tóka í hérti ég var svo vissum að þetta er stórt lít hérna bara Break og Maple vilja ná þessu stokk strax og þannig kemur fyrsta stokkið
Það er samt, við erum að tala 5-2 líkjana stockwise. Þetta hættuleg staða. Það þarf alltaf að ganga upp hjá Break og Maple hérna. Við þurfum að ná að neyða eitthvað mistök. Þór er ennþá hann í 170, hann er Diddy! Hvernig er hann á 100? Ó, þarna er það! Við þurfum að, þeir þurfum að, ó. Hann er aftur með stage. Og hann er að panna þetta. God Berry! Hvaða adjustment sem Maple Gold og Break gerir í síðasta round virðist ekki vera að virka lengur. Og þarna er það hvílíkt synergy, hvílíkt teamplay. Og það er verið heels on stream. Heels on stream. Og þarna er það 2-1. Hvernig segjum við til körfunni? Þetta er orðið sería. Þetta er orðið sería. Ég minna að þetta er bara búið að vera Insane, by the way. skiptast á að vinna bæði liðin. Kickflip. Já, Það er svo insane að við ykkur kickflip on stream. Menn eru mættir með pítsur. Menn eru mættir með pítsur, en ekki fyrir alla held ég. Því miður. ef þið viljið styrkja Gungnir og gefa pítsur, Gungnir. sendið tölvupóst á gungnir.klubbur@gmail.com. Afsækja mig, ég var að geispa. Þetta er ekki leiðilegur leikur, ég er bara þreyttur. Jó, það var að spila, það var að horfa á Skater myndbönd í bakgrunni. Shit. Ég er bara að væpa í tónlistina. Frekar jafnt hingað til. Ó. Við erum að sjá frekar gott teamplay hérna frá Natsuki Daniels. Mér líður eins og að Natsuki Og þarna fer fyrsta stokkið. En nú aftur, við erum að sjá það fara upp í háar prósentur. Þú vilt genast mikið dæmis og getur á þessu stokkina. Ó, þetta var vel gert. Mér líður eins og við séum að sjá Natsuki Daniels gera betur þegar að þeir eru allir nálægt hverjum öðrum. Já, já. Og Juice og Thor virðast vilja dreifa meira úr sér og spila bara 2 1v1 bardagar. Thor og Juice báðir komin á 1 stopp. Þetta er bara mjög svipað á síðasta leikur. Er þetta game? Það er 1 stokk á móti 4. Maple er ennþá 3 stokks. Break sagði ekki bara skákum át. Það er það Aura? Ég held að sé Aura. Ég held að sé Aura sko, en ef þeir tapa Þá er það Aura penalty sko. ég meina þeir þurfa ennþá að drepa Thor. Þetta er ekki auðveld staða fyrir Thor. Hérna. Það gæti verið 1 solid hit og þetta er búið sko. Við erum að tala hann er að... Nei! Næstu því komið shieldbreytinga. Og er þetta... Nei! 91%. Mjög erfitt fyrir Thor að komast. Hann er ekki að ná að snerta plattformið. Hann er komin fót í... Þetta er
Þetta er svo... Þú ert bara í raun og veru að reyna að halda einum í burtu. 137. Þeir eru bara byrjaðir að leika sig með matinn. Og þarna það. 2-2. Bestu orðin á íslenska tungumálinu. Leikur 5. Við erum með leik 5. Mér finnst eftir að taka íslenska þjóðsöngin. Íslenska þjóðsöngin. Bara. Þú veist. Nú er þú veist, þetta svona... Ég hef spilað nokkra Game 5, leik 5 á mótum. Þetta er alltaf svona, þú veist... Smá mental adjustment, þú veist. Sérstaklega ef maður er komið 2-1 yfir. Þú veist, það er... En þegar, þú veist, þegar Juice og... Þetta var... Allir leikinn hafa svona byrjað með því að taka almenna fórustu og þeir halda því, fyrir utan fyrsta. Fyrsti var eini sem fór eitthvað mjög langt og svona mjög jafn. Þeir eru alltaf búin að vera dálítið stokklít þegar þetta er búið. Þannig að við spurning hvort við séum að fara að sjá svipað, hvort við þurfum að fylgjast með hver er að fara að taka, þú veist, snemma fórustuna, hver er að fara að taka, þú veist, grípa, taka en alvöru tök á leiknum. En síðan enn og aftur, ég vonandi fáum við bara alvöru slugfest. Ég vil last stock allir 100 plus. Það er óhört, þeir tóku sér engan tíma í að fara bara beint í leik 5. Já, þeir vita hvað er alltaf að gera, þeir vita hvað karakter er alltaf að spila. Nú er ekki tíminn til að reyna að gera counterpicks. Ég veit ekki hvort það er gott í Doubles að það vera counterpick. Nei, það er bara, þeir vildi ekki eitthvað taka sér eitthvað smá moment áður þeir fóru inn í leikið þar sem allt er undir. Þeir bara vöðuðu í þetta. Þeir eru allt menn með góða reynslu á mótum og ég veit ekki hvort það er allir unnið eitthvað. Ég veit að allavega Juice og Maple hafa báður unnið mót og held báður farið erlendis að keppa. Þetta er, þú veist, þetta er ekkert fyrir það. Þetta er ekkert nýtt. Juice, þarna. Og nú vilja þeir ná þessu stokka break áður. Nei. Hefðu viljað ná þessu áður en Maple kom sattur á stage. Það verður að blasta MC Gauta. What is this majestic sound I'm hearing? Shoutout á MC Gauta. Ég veist, underground, undir. Hann þurfti það frá okkur. Þurfti það frá okkur. Þurfti shoutoutið frá okkur. Þarna komum á stage. Geta þeir Juice á last stock? Þetta er að líta út eins og síðustu 4 leikir. Nei, síðustu 3. Nú þurfa Juice og Thor að grafa djúpt. Þeir þurfa að taka stokkina fljótt. Og við vitum að þeir geta gert það. Nei, og þarna er þetta er orðið risafjall fyrir Thor að klífa. Það sést á andlutinu hans Juice, hann er ekki sáttur. Svektur. Maður þarf að dedicate þetta að vera svona góður. Og þá er það sátt að tapa. En eina sem getur gert þetta er treyst á Thor. En þetta er... Það þyrfti eitthvað ótrúlegt að gerast til Það þyrfti allt að ganga illa hjá Thor, hjá Maple og Break hérna. Allt að fara rangt. Hingað til Thor samt að ná að halda þessu nokkurn veginn þannig að hann sem bara... En hann er ekki, hann er erfiðleika að ná einhvern... Og þeir... Heyrðu. Team kill! Var þetta team kill? Já. Þú að sjá, Thor nokkurn veginn að ná að... Smá högstætti og þarna er það. Þarna er það. 3-2 er... Þannig kom síðasti naglinn í kistuna. En þeir eru ekki dottnir út. Þeir eru ekki dottnir út. En á meðan við bíðum eftir næsta set viljum minna fólk á að followa @Gunnir_GG á Instagram. Líka á morgun að byrja Smash Singles og síðan aðalmótið, nei tjók, en uppáhaldsmótið mitt, Guilty Gear Strive. Daisuke, please, buff Abba, Daisuke, I beg.
Og top 8 smash verður á sunnudaginn. Sigur allir komið til okkar. Ég er Natsuki Daniel. Hann er Natsuki Daniel. Ég á ammali það. Ég heyrði allt annað en Natsuki Daniel, ég heyrði eitthvað miklu verða í fyrstu skiptu. Herru, vill ykkur að ég tek við að kommentari? Já. En síðan líka getið þið fara á start GG _ Nordurlan NODURLAN 2026 fyrir bracket og fleiri upplýsingar. Þetta voru skilaboðin sem hann valdi bara með að koma til skila og enda alltaf, maður hlustar alltaf á Tíó. Og líka ef þú ert ekki að followa Gunnir Instagrami þá ert að gera eitthvað við. Facts. Það er bara... Þú veist, Beyoncé er að followa Gunnir. Já. MC Gauti. Var ekki miðflokkurinn á Akureyri að followa Gunnir? Við þurfum ekki að tala um það. Nei, betur, er það real? Er það real? Við erum óháð stjórnmálaflokkum og já. Er þetta lóðið sem ég veit um? Anyways, næsti leikur. Moving long. Já. Ég get líka bara komið á stólinn og við getum verið þríðaði. Nei, gjörðu svo vel. Erum við hérna að koma með reyndari mann, veit mér um leikinn. Ég er hérna Kom í Winners Finals, til hamingju. bíðandi. Ég er að bíða eftir fólkinu að koma aftur. Og eins og mér har sagt á hann, Unk Prime. Unk Prime? Já. Það er ekki þú að Þú Eric. veist, ok, I don't know. Þú veist, hversu tæknilegir eru að vera í þessu? Þú veist, ég tæknilega sé hélt þarna fyrsta mótið eftir freddamótið. Eftir fredda. Já, þannig að ég mjög fáið sem mun eftir freddamótinu. Það var þarna, þegar Smash 4 kom út, þá var þarna original meilistjórnendurnir og Brawl senan héldu mót í freddanum þegar freddin var þarna í bænum. Og það var alveg rosalega stutt mót, best of ones. Síðan þurfti mótið að klárast fyrr út og það var alltaf dýrt að leiða hana. Þetta var alveg... Kannski ekki broke! Kannski ekki broke, já maður, come on. Ég þurfti að vinna þegar ég heyrði kommentatorinn að segja þetta við mig. Þetta er líka saga þarna. Það er svo mikið að sögum í þessu shiti. En já, ég hélt mót, síðan sá Elli hvernig ég var að halda mót. Já. Og hann bara, nei, ég ætla að gera þetta betur. Sér bara, já, ég var að skrifa bracketa með blað og penna, ekki? Ég var að skrifa bracketa með blað og penna. Hvaða ár var þetta? Þetta var fyrir 12 árum. 12 árum. Ég ætla að gera smá update. Svo að Alex þurfti að skreppa og kemur aftur eftir 10 mínútur. 10 mínútur? Erum við really holding the fort down í 10 mínútur? Já. Við getum líka bara að fara í pásu, er það ekki? Ég Ég held að það sé miklu betra, sko. Ég nenni ekki að jeppa hérna í 10 mínútur þótt ég geta. Við getum... Mér langar samt að spila. Ég er komin til að spila, aðalega, þannig. Annars skal ég hoppa commentary á eftir. Ert þú með eitthvað skemmtilegt, Valdi, fyrir okkur að gera í pásunni? Getur við skróla ekki Instagram Reels? Við getum fundið Natsuki Daniel! Ég vil ekki brjóta TOS. Nei, við getum ekkert. Erum við með svona be right back screen eða eitthvað? Já, við erum með það. Herru, Kveðjur. Við sjáumst eftir um 10 mínútur. 10 mínútur ish. 10 mín. Það kom svolítið upp, alls þurfti að fara og þetta er svona bootleg mót. Nei, grassroots, ekki bootleg. Grasrótar mót. Takk. Hvað segist? Hver Jæja. er að spila? Við erum núna komin í Losers Finals eftir smá bið eftir Alex og Thomas. Nú er Thomas líka farin. Ásaki biðina. Þetta show must go on. Show must go on. Við erum í Losers Finals. Við erum með Thomas og Alex. Þetta getur verið mjög hype set reyndar. Thomas og Alex eru svona up and coming. Þeir eru farnir að reyna að rísa svolítið inn í þetta top 10 svæði. Ég meina Thomas líka, hann er komið bara með gott case fyrir top 2 í Guilty Gear Íslandi. Já, reyndar. Vann mót fyrir Thomas er ekki ofmetinn í því, sko. Nei, hann er búinn að, hann sigraði mig í Grand Finals í ánægli móti. Já. Gert eitt, nei, tjók. Nei, sko, hann er góð gæi og nei, bara líka að sjá hvað hann bara líka hefur lokkað inn. Hann er búinn að vera, þú veist, æfa sig, nei, bara ég man vel eftir þegar hann byrjaði í Guilty Gear, það er ekki þannig fyrir hann, sko. Sömuleiðis með Smash. Þegar hann byrjaði í Smash, hann var mjög fljótur að ná þessu. Já, hann er mjög fljótur að ná þessu og hann er líka bara, þú veist, ég man líka eitt skipti það
Það var mót sem hann tapaði á móti Alli í Gildageri, Loser Side top 8 og hann var svona Pálmi, hvernig? Af því ég vann all á því móti og hann var bara svona, já, hvernig gerði það? Ég bara segi, I don't know. Það er bara að bera munin á þá og núna. Já, það er allt annað mál. Og talandi Gildageri, það verður Gildageri Það verður Gildageri á móti. Jú, það er í... Hérna á Norðurland. Já, og við erum með verjandi meistara af Norðurlandsmótinu. Sigur enn og aftur vann í Grand Finals, hann Tómas. En hann er ekki lengur sama karakter. Hann er kominn á chip núna. Cool. Þannig hann er núna ekki... Hann er núna ninja. Alright. En við erum að fara að hoppa beint inn í fyrsta leikinn hérna. Við erum með Juice Kid á móti Thor, Joe Valence and Bray. Joe Valence and Bray versus The Mashers. Joe Valence and Bray, það er rappið. Fuck it. Þeir voru hérna á Íslandi á Iceland Airways. Já, really? Já. Félaginn minn mætti hann og við tókum upp á 3DS. Okay. En já, við erum að byrja að setja hérna og... Þetta er alveg sko, þetta er rosalega, málið er, það er rosalega erfitt að kommentita doubles. Doubles er svona allt annað mál. En, nice recovery hjá Juice Kid, Aldis var næstu því með hana. Þannig að Joker getur gimpað Lucas svolítið vel með downgun nefnilega. En Banani í forward ekki náttúrulega að drepa, gott damage hann. Frekar jafn en hjá báðum spyrðum. Nei. Ég ætla að vera Stockholm. Já, ok. Fyrir hátt hana, ekki tilbúinn. Þetta er svolítið, sko. Maður er að fylgjast með prósentunum, maður er að fatta hvað er í gangi. Og þannig fór einhver, hver var það? Tómas tekur hann Þór fyrst. Bakker ekki notalega gera það. Það er enginn hérna langt frá því að deyja sem er með þrjústokkunum. Það er sko málið er, það skiptir svo miklu máli að ná að loka þessum stokks. Þú sást hvernig, ég var áðan að ég var að tanka stokks bara upp í 190. Já. Það er líka svo mikið psychological damage á því að ef maður næri ekki að klára stokkinu á hratt, það virkilega dreina. Já, þú veist, maður er í þessum 100% hinn og maður situr hann er komið námið til þetta. Já, það bara, það skiptir mjög miklu máli. Þetta er eins og Juice núna er í 123. Og Tómas 171. Já, þú veist, þetta er bara... Er ekki bara hugsunin núna, þú veist, ég vil gera þess mikið áður en í dag. Já, alla leið. Þú veist, maður er ekkert að reyna að hugsa bara hérna, nei, ég ætla að passa mig að deyja ekki. Já, verður maður ekki með að hugsa... Ef maður er að gera það, þá er maður eiginlega bara að tapa. Maður er bara ekki að, nei, ég er að passa mig. Maður á ekki að vera að reyna að ekki tapa, maður var að reyna að vinna. Já, maður þarf svolítið að vera... Nice! Og hann, Tómas næst stokkinu, en Juice Kid svarar og klappar tilbaka hratt. Þetta er mjög klósina, því að... Já, þetta er alveg hnífjafnt hérna. Alex og Þór báðir í 100 með Juice og Tómas í eiginlega engu. Downerið hjá Juice Kid, hann connectar ekki senasta hittið. Kemur Tómas að stein. Hann er næstum að gimpa hann með downgun, hann getur hitt hann með litlu hitti með downgun, hann Joker, og gimpað Diddy Kong. Það er eitthvað sem hann getur gert. Og forvartir Upper tekur stokkið. Og þarna er geggjað desktop, flott desktop. Nice tech hjá Aldis! Lifir ennþá. Þannig er það. Juice Kid nice back throw, gott hjá honum. Lítur betur út fyrir Joe Valence and Bray right now. En sjáum til. Koma svo. Ok. Joker kom með Arsene núna. Getur byrjað að reyna að finna aðeins betra damage og mögulega að drepa kannski Juice Kid right now. Já, ég ætla bara að segja karakter nefnilega út af það er svolítið confusing fyrir mig að gera alltaf tökinn. En þó... Það er one stock across the board. Það er líka prósentunar eru svo nálægir hérna. Hver er að kalla mig? Ég hef ekki. Nei, það er eitthvað annað breki í húsinu. Ég held að eitthvað var að kalla mig. Svo afsakið. Alveg nýfjönd hérna. Nice up smash, en Diddy Kong drefur ekki alveg svona hratt með up smashinu, þótt það sé gott up smash. Ok. Nei! Og Þóran er stíjar! Þetta er ekki það sem þú vilt sjá. Það var ekki eiginlega að fara að elta Aldisson. Já, Reyna að ná einu stokk og gera þetta bara einn 1-1.
Það er svolítið riski núna fyrir Aldís að vera svona langt fram á, en forvarnir, ekki Tingil. Tómas hitt! Já, hann hitt hann tvisar hana og hann hitt hann forvarnirinu og ekkinu. Ok. Þetta er að vera hættulega hátt hérna. Definitely doable samt, definitely Já, doable fyrir Juice. hann þarf bara eitt. Okay, En þarna er það, og þetta er 1-0. Aldís alright. Mash and Masher tekur fyrsta setið. Nei, leikinn, ekki setið. Mashers taka fyrsta leikinn. Alright. Þetta er definitely upset, ég skal segja það. Allir voru að búast við að Thor og Juice Kid myndi taka mótið. Já. Já, svona, en það er bara út af synergíð hjá Monkey Kong, hjá Diddy Kong og Lucas er svo gott. Þannig að Lucas getur nota niður B hjá sér og heala fyrir 30% ef Diddy Kong explodar barrels á hann. Þetta er eins og þú ættir að sjá þetta, þú veist. Það er alveg ástæða af hverju ég hótaði SD að þeir held áfram að heala þarna þegar ég var einn á móti þeim. Nei, sko, ég bara... Alveg. Þetta er svona ég heyri að tala þetta er svona þegar það kemur okkur mismunandi bardagaleikum, þá heyrir maður eitthvað að tala eitthvað í einum leikum og svona. En í fólkinu þetta ekki bara með Spoken City. Nei, það er alveg, það er mjög mikið að svona skrýtnum svona double synergies og interactions sem að gera karaktera bara, sem ekkert eitthvað það góðir endilega í singles, en þau gera það bara miklu betri nefnilega. Eins og Village að taka items og teammates hérna með pocket eða eitthvað. En við erum komin á Town City núna. Frekar næs nútur bara yfir höfuð hjá þeim hérna. Þetta er satt sko... Þetta er alveg... Þetta er eitt af fáu skiptum sem ég hef nokkuð tímann kommentert á Doubles og ég get alveg sagt það er ekki hægt að fókusa vel á leikinu. Venjulega reynir ég bara... Þetta er bara gott, frekar bara að bíða eftir að eitthvað hæp gerist og segja bara Já, það er taktikinn, það er bara best. Kemur nasty counter og tekur stokki hjá Juice snemma. Þetta var vel gert hjá hann á Aldís. Eins og við erum að tala bíða eftir að... En Juice Kid klappar tilbaka með nasty snipe. Er hann snæperinn? Vote now í Discordinu, við ætlum að opna pool á eftir. Þetta er alltaf hot debate, hot topic að hver er íslenski snæperinn. Everybody knows the Swedish sniper, Armada í Melee. En, þetta var næstu því geggja conversion hjá þeim. Thor gerir forward smash og Juice gerir næstum down smash. Downir. Alright. Ég ætla bara aðeins að Þarna finnur forward smash. Og Juice er komin í 1. Damn, Juice tapaði stokknunum sínum frekar hratt hérna. Samt, þetta er ekki búið myndi. Ég myndi ekki segja að þetta sé joke fyrir þarna... Eins lengi og Thor heldur stokki, þá gæti Juice alveg stólið stokk. Hann getur alveg tapað þessu hérna stokki. En það má ekki vera að taka eitthvað mikið meira en 70 á næsta. Án þess að ívina, stokkhandið. En það er easier said than done, skal ég segja. Það er líka hættan hérna að koma sér 2-0. Já, þá ertu... Juice, uncharacteristic mistake og SD er þarna. Þetta er ekki sem þú vilt sjá, en eina sem maður getur gert er bara you gotta shake that shit off. Þú getur ekki láta þetta hafa ómikil áhrif á þig. Það er alveg sökka þegar maður gerir svona mistake. Já, það er ekki erfitt að detta hún í að bara hugsa mistökum meir. Maður þarf að vera gullfiskur. Henda þeim burt. En þetta er mjög Thomas SD er þarna líka, þetta er alveg. Aldís er bara eitt smá touch. Já, til að even þetta, surprisingly, þrátt fyrir þetta SD hjá honum Juice þarna áðan. Dó mjög snemma nefnilega, þess vegna gerði þetta svona slæmt. En big damage, og hann næri að drepa, þetta er bara basically even. Samt procentu-lead fyrir þarna rauðaliðið. Það er fljótt af hverfa. Já, alltaf leið. Báðir Lucas og Diddy Kong gera svo mikið damage í kombónu sínum. Thomas að panika fyrir með því að spamma niðurbíðana. Arsene alveg að koma online hjá Joker. Reynir að... Arsene kominn. Arsene er in play. En nice catch hjá þarna Magic, hjá honum Thomas. Nú er þetta... Sjáum hvort að Juice næra að klutcha. Þetta er alveg mjög erfitt fyrir hann, þarna... Það er bara svo erfitt yfir höfuð að spila í 2v1 situation. En alls ekki ómögulegt myndi ég að segja. Það var næg bara að finna gott. Come on.
Svo scary situation hjá honum right now. En hann finnur backthrow og tána sitt í. Þetta er nýfjan! Koma svo, núna er tíminn. Juice er off stage. Juice. Nær aftur á ledge. Nær aggressive forvartin af ledgeinu. El Niño! Increíble! Juice! Clutch! Juice! Þetta var rosalega mikilvægur leikur fyrir Juice og Þór verð ég að segja. Sérstaklega eftir að hann Juice hann svolítið var að kasta það í þessum leik. Ég verð að segja sko. En SD, þannig að dó nokkur sinnum svolítið snemma og SD eða bara eiginlega í 0. Já, þetta voru... Þetta hefði ekki... Geggjað rít hjá honum, að rýta aggressive optionið hjá honum þarna Magic, þannig eða Thomas þarna. En þetta er líka, þú ert að... Þetta er algjört mental reset. Já, Því að ef þú tapar þessu, þetta er að gera, þú veist, þegar maður er orðinn svona reyndur, gerir svona stór mistök. Nei, það bara verður miljón svona erfiðara þegar maður lendir í svona aðstöðu. Maður byrjar alltaf að hugsa hvað ég bara, þú veist, ekki gert þetta. En núna er það búið. Já, þú veist, að vera down 2-0 eftir svona mistök, þetta climb is like, þetta er bara eins og að klifra á Everest. Já. En núna er þetta bara eins og að lappa på Esjuna. En núna er þetta það er samt spurning hvað andlu áhrifin eru á Alex og Thomas. Já. Við vorum að tala þú veist, þeir eru engu frá því að vera komin 2-0. Nei, þeir eru ekkert sláts. En þarna, Juice þarna og Þór calluðu út vel aggressive optionið þeirra svolítið mikið þannig. Start the juicer, segir Juice. The juicer. That's what they call him. Alright, game 3. Það er... Við meðum ekki það, hann sko, Juice getur sponsored á Next Level Gaming í Eðsett. Við höfum ekki verið að tala svona meðan yfirmaðurinn gæti verið að horfa. Sjárastu Next Level Gaming, það er góður staður til að halda mót. Við höldum öll þarna Sonus Paradise mótin okkar, eða langflest. Af og til svona breyting ef það er einhvað Overwatch mót sem þarf laugardaginn eða eitthvað. Líka bara fínt staður til að fara með félögum, spila einhverju tölvuleiki. 100%. Það er undir mæla með. Soppa hana. Já. Þetta fá bjór og alls konar. Þetta fá bjór. En, vá, tegur stokki hjá Þór hana bara svolítið gabarít. Ég blikkaði og ég sá bara, og sér var að koma upp í 160 og Joker backer. Alright. Sen farinn. Þarna fer fyrsta stokki hjá Alex. Helgjast hjá Juice að ná þessu. Þór að taka frekar lítið damage right now. Hann er ekki búinn að vera að gefa mikið. Eftir að tapa stokkinn svona snemma, hann er búinn að vera að halda þessu mjög clean right now. Bara komin upp í 31. Oi. Koma svo. Æ, smá friendly fire hana. Thomas segir við Aldís að... Nei! Hvað er þeir að gera? Þeir eru að fara að stíga. Það er þó... Þetta var ekki... En ef þeir ná Thomas... Þeir eru að ná... Svolítið, ég veit ekki hvað er í gangi. Þetta er... Einhver tournament nerves eða eitthvað... Svolítið allavega, þeir eru að spila ágætlega en þeir eru að gera þessi risastóru mistök eins og þarna aftur, hann bara er það til að borða með Dónastum. En þetta er allt í lagi í bili, þetta er alveg hægt að gera þetta comeback en þeir eru að gera lífið sitt mjög erfitt með því að gera þessi mistök. Já, við erum að, hann Thomas að halda, hann er komin í 195. Hann er, og hann er ekkert að fara að tapa það í bráðin, sýnist mér. Forvartilt ekki nóg, næstu því commentators curse. Hann bara coast to coast, hinn bara... Þetta er Space coast to coast. Já. Koma svo. Og monkey flip. Þetta hlýtur að vera, já. That'll do it. Okay. Það er svolítið í double svo svolítið mikilvægt að reyna að ná einhverju svona litlu teamkombo á milli stocks. Þannig þegar það er túi, vona að reyna að ná einhverju. Já, hann er byggja damage. Já. En það er ekkert alltaf þannig að gera en því að manna eftir. Að finna hitti fyrst. Já. Ég held að það sé mjög... Spurning hver er að fara að tapa þessu því að það er stokkið hana, báði Thomas og Juice með stokk til að gefa. Juice og Þór þarna voru gjörsamlega að kasta leikninni í byrjun en síðan voru þeir bara, ok, ég verð að hætta þessu, við verðum að bara, já. Og þarna er það, nú er þetta... Nei, núna,
nú þarf hann að taka stokkið hjá báðum frekar hratt og síðan þarf hann að taka eitt annað stokk ofan á það. Þannig sjáum hvort að Juice getur gert þetta comeback hérna. Reynir svolítið desperate en Thomas tekur þarna liðsfélagar sinn út uppi yfir, næra hann þessu recovery. Nei, þetta var rosa, og það er 2-1. það var rosa tæft. Það er alveg rosa erfitt að ná þessu recovery með Lucas svona á Pokémon Stadium. En The Mashers fara 2-1 yfir, þetta er alveg... Hver sendi Mashers í losers? Það var... ég og Maple. Og var það þið? Já. Maple sendi maður í losers. Já. Við erum að fara á... Hvað erum við að fara? Við erum að banna held ég eftir taksna. Ég er alveg... Sko, ég er svolítið bara þegar það kemur að því að velja borð í doubles. Ég hugsa ekkert eitthvað mjög mikið strategy, ég veit ekki Yoshi. That's it. Ég banna bara Yoshi, velja bara borð. Við erum ekki að Thomas sem að home court. Já, Yoshi er bara rosalega gott fyrir Yoshi specifically reyndar. En það er líka bara að Gyarados virka svo illa á ledge. Já. Það er svona slant á ledge-inu og Gyarados bounce bara út af borðinu. Þannig að það virkar svolítið svona óþægilegt fyrir mig. En mér finnst alltaf læg stundum í doubles en ekki singles alltaf. En þetta, sjáum hvort það, við viljum meira sjá Game 5. Þannig að Juice Kid og Þór verða aðeins að taka sig til og lokka það fokk inn, sko. Þetta er stíð, þetta gengur í. Já, nei, sko, maður vill eiginlega sjá bara svona solid rólegan sigur á það. Ef maður væri fyrir þeir, þá myndi maður vilja, að bara, bara fá momentum í leikfengina. Þá myndi þeir vilja að þetta sé bara, ekki eitthvað, mikið af mistökum og bara klára þetta. En það er kaosið sem doubles er, sem gerir eiginlega ómögulegt að hafa leik sem þú ert ekki að gera eitthvað mistök. 100% og það er svo mikið að gera það skemmum. Það er auðvelt að vera svona overstimmin. Það er ekki auðvelt, það er mjög auðvelt að tíma sig bara. Það er bara, ég hef oft bara 10 karakterum, ég veit ekki hvar ég er. Nei, það er bara... Allt í hennu eru 4 að lemmekonanam og ég veit ekki hvað, og maður er að leita að sér allan skjáinn. Já, nei, það var í seinasta leiknum þá SD-aði ég einu sinni út að ég sá bara ekki hvar ég var. Í alvörinni. Nei, bara já, maður leitar að sér og sér fattar maður, óguð, ég er í bastzónunni. Ég er í bastzónunni dauður. Og ég er að halda, þú veist, sem ég gælt rétt fyrst og sem er rétt í henni að halda það. Já, maður bara... Já, allavega þetta lítur þetta miklu betur út fyrir hann núna. Nei! Juice, ég sá ekki hvað bjargaði honum, kannski var það ekki hjá Thomas sem bjargaði honum ávart. Það var að gera Yoshi til að recovera og stoppa á momentum. Ói. Thomas. Geggja catch á Thomas. Það er sem að Yoshi gerir rosa vel í doubles, skal ég segja. Airspeed hans er svo gott að hann getur konvertað og hvar andstæðingurinn er mjög vel, þú veist. Geitar að konverta af random stray hits á liðsfélaga. Já, það sem að hann... Ó, þarna fór talandum að fara flatt, fljúa flatt. Þetta var alveg... Flaug út af. Þetta var rosalega gott hjá þeim báðum og sérstaklega gott hjá Þór þarna þetta downtiltið í bakkari síðan. Eins og ég var að tala þeir vilja þannig að þú veist bara rólegan sigur. Þetta er að byrja líta þannig út núna. Já, veist. Ef þeir ná stokkinn áður í tapinu, þá er til orðið, sko. Það er eins og, þú veist, miðað við hversu mikið þeir voru að, þú veist, bara tapa stokkunum sínum sjálfur, bara, í seinustu leikjum. Þá, allar, þú veist, miðað við hversu close þetta er búið að vera, þá er hinn sagan að Juice og Þór ætti að vera að taka þetta vegna. Þú veist, það er forðast mistök, en... Já, en það getur allt gerst, þetta er svo mikið chaos, þetta er ekki, þú veist... Þarna fór fyrsta 4 stokkunum. Þetta er ekki bara 20XX og allir spila Fox og Final Destination og items, þú veist, þetta er ekki svona cut and dry, svart og hvítt, það er. Og þarna er það 3-1 stokklík. Þeir eru að fara í heals. Heal me! Heal me! Where are my heals? Þessi support er alveg...
Nú ætlar Juice Kid að byrja að kvarta hennan Supporterinn minn þegar ég byrja öskra á hann þegar ég get ekki hýða mig hinum minn. Új, þetta er risastórt healing. Þetta er svo ast, þetta er rosa. Þeir eru að tróla hérna. Þetta er bara svona, til að guarantía sigurinn. Nú er alveg bókað að ekkert er að fara að gerast. Ok, ég ítti kannski þegar healing fyrir 30, þegar heala fyrir svona 15. Það er samt alveg 15%. En Juice Kid tekur það. Þetta var alveg smá þvæla hann að síðasta stokki. Já, þetta var það, þú sást mig kannski þarna í leiknum þar sem ég var einn eftir. Ég var bara svona, Klárið þetta. Ég er svona hljópar út á borðinu og Bara klárið leikinn, please, ég nenni þess ekki. Þeir eru búnir að vinna hérna, þetta er bara checkmate, please, klárið þetta. Ef maður er ekki með einhvern karakter sem er nógu hraður til að actually separata og reyna svolítið að pressura nógu vel, þeir launcha mig út af borðinu, tegur mig 5 business days að hoppa aftur hann að borðinu með King Dedede, hann er svo hægur. Allt í einu Juice kominn í 0%. Hann var í 100 og nú er hann í 0. En við erum að hoppa inn í Game 5. Bestu orð á uppáðsorðum í Íslandsögu, leikur þinn. Koma svo. Eitt af Pokémon Stick Game 2. Classic. Allir fíla þetta borð. Alright. Nú er tíminn fyrir Tómas og Aldís, nú er pressin boltinn aftur komin í þeirra garð. Þeir verða svolítið að lokka inn og ná að díla við pressuna. Þeir náðu svolítið comebackinu, þannig núna er þetta... En ég verð að segja, ég hef ekki hugmynd hver að fara að vinna leik hérna. It's anybody's game. Maður er bara að bíða eftir að fyrsta stokki fyrir hann, áður maður segir eitthvað leik. Já, það er ekki... Allavega, Þór með frekar gott prósendalíklega, þannig að hann var að halda prósendu sinni vel. Hefur efni á því að nota upp í þessu, svona. Juice er komin af stage. Já, hann er í svolítið klandri, Þór að reyna að cover hann. Koma svo, reyna að stamma allt smæs, hann mun ekki drepa, þannig þetta var svolítið svona. Svona þessi leikur að reynast venda liðsfélagsinn sem er off stage. Já, en að við erum ekki hittur á sama tíma. Sen er líka alltaf þetta, decision making í þessu. Á ég að reyna að halda pressu á anstæðingum mínum? Eða á ég að reyna að hjálpa liðsfélag? Já, á ég að bjarga hann. Já, það er svolítið erfitt að spotta þegar liðsfélag mann í alvörunni vanta. Þannig... En þetta er alveg rosalega jætt vegna. Ok. Og þarna er fyrsta stokkið! Back throw off stage. First blood. Koma svo. Back er ekki nóg. Við erum í... Það er allir nema Alex í tilprosent sinni. Og þarna er hann. Þetta gæti verið huge fyrir Þór og Juice Kid right now. Ef þeir ná einu stokki en áður en þeir missa, þá eru þeir komin langa leið með þetta. En Bakker tekur það, vel gert hjá honum Thomas eða Magic. Juice. Alright. Þetta er samt smá extra credit, þetta fengi alveg, 40% er alveg eitthvað sko. En þeir meika upp differenceið frekar hratt ef þeir ná bara einu góðu opening hérna. Vel gert og góð þolinmæði hjá Aldís þarna verð ég að segja. Komst fram hjá dansmessinu hjá hann Juice Kid. Alright. Throw. Koma svo. Hann lifir rétt svo. Nei! Ok. Aldís misti stokkið þarna. Vel gert hjá Þór. Keep it simple með banana up smash. Það er að downfield up smash kannski. Skiptir ekki máli. En ekki nóg Yoshi aðeins þyngra en Joker. Og þarna er það! Vel gert hjá hann Juice Kid að finna þetta upp. Þetta var svona pínu heppni líka. Það var bara wrong place, wrong time fyrir hann Magic. Juice og Þór með smá prósentu að gefa áður en fara í kjölprósentu. Þetta er alveg starra lít en maður myndi halda sko. Þeir eru ekki komin á stað sem að vera dreftir eitthvað random streikir. Nei, þeir munu bara deyja núna á einhverju charge smash attack, þú veist. Eða Joker Bakker á ledge þarna myndi kannski drepa Þór. En talandi Þór deyr frekar snemma hana. Þetta er alls ekki búið. Þetta lítið rosalega erfitt út right now og Arsene er farinn. Að ná Juice hérna. Þór að halda svo góðri pressu á mótunum. Aldís er mjög varur sem matchupi, kemst fram hjá Þór. Þetta var að skipta á hverjum eru að koma þetta. Ég kom þetta þá og þú kom þetta hérna. Új!
Tómas er reyna að ná Juiceana. Úi! Ó, þetta er bakkerinn! Ó, hann nær bakkerinn og hann nær að yfirna stokkountið, en þetta er bara stokkount. Þetta er fresh stock hjá honum Juice Kid, þannig þetta er ennþá svolítið hóll fyrir þá að klifra. Og þetta er seinasti arsen sem Aldis mun líklega að fá í þessum leik. Það væri kraftaverk ef þið myndi fá hann. Já, ég vil ekki að búast við því. Ég væri mjög hissa ef hann fær annan. Nema hann nota kannski niðurbjörn. Það gæti verið rétt að kollið. En Juice Kid finnur backthrow, keep it simple. Og núna þarf Tómas að grafa djúpt. Já. En hann næði ekki. Glæsilegt. Glæsilegu leikur 5. Vel spilað hjá báðum anstæðingum. Þetta var vel gert hjá þeim báðum. Hvílíkt losers final. Svolítið shaky start. Já. Svolítið shaky start hjá þarna Joe Wise and Bray. En maður fær svo mikið að koma sig svoleiðis. Já, ég 100, það bara, þú veist, stór partur af þessu. Þegar maður er, þú veist, lengra komin í svona competition, að það er separate skill að læra að díla við tournament nerves. Það er líka svona, þú veist, hversu nálægt þeir voru að komast 2-0 undir, að lenda 2-0 undir hana. Þetta er svo eitruð hugsun. Þeir voru svona millimetra frá því. Allir sem hafa keppt í svona bardagatörnuleikjum, Guilty Gear, Tekken, Smash, þeir hafa lent í þessu, bara, ég er að fara að vinna, og síðan byrjar að tapa. Já. Þetta hefur gerst við alla einhvern veginn. Það er svo mikið að núllstilla sig. Já. Þess að maður fer svona, ég var svona nálægt að þú veist, auðvitað veit maður ekki hvað tölfræðin er á öllum mótum í heimi, en þú veist, ég myndi giska allavega 2-0 yfir, þú veist með 75% líkur að segja. Já. Minnsta lagi. Já. Örugglega herra. Það er örugglega herra því 2-0, ef þú komir í 2-0 undir, þú veist, ef við tökum bara top 8 allavega. On average, já. Ef við tökum heilum mót, þá erum við að fara í meira. En síðan, þú veist, það fer mjög mikið eftir player. Já, það fer eftir player. Sumir koma svo mikið inn í hausinn sem með þetta að þeir bara sækja sig út. Það eru margir sem eru bara líka klöts. Ég veist, já, ég myndi segja að average væri kannski 70. En annars kannski, þú veist, ef þú þekkir einhverjum playerna, þá er alveg miklu hærri líkur að þú myndir vinna á móti einhverjum, þú veist, eins og þú veist, þegar Tómas og Þór og margir þessum nýjir sem eru byrjar að vera góður í Smash voru að byrja, þú veist, I'm up. Hvað er í gangi núna? Erum við að gera replay, eða hvað er í gangi? Strákar, hvað er í gangi? Erum við að býja eftir mér eða? Já, þeir eru að taka myndir. Já. Það verður að taka myndir, en ég er hérna up next. Við erum með sem... Alright. En það er þetta svona, maður þarf að muna að gleyma sér ekki að maður, þú veist, 2-0, þetta er ekki búið, þetta er ekki búið. Einmitt. En þeir náðu að bjarga sér í leik 2 og meðleikurinn ressamstættinu fór var það örugglega á þessum ákvæmdi. Herru, Supremers, ég þarf að kveðja. Ég er að fara að spila. Takk fyrir kom. Ég verð hérna á morgun og... Á meðan, við erum hérna. Twitterið, getur að Twitterið, svo fólk getur followað. Fólk þarf að followa Valdi. Við höfum að vera að promóta. Twitterið, þú varst að posta á því. Þú varst að posta á því. Go. @Soners Paradise á Twitter. Ég er að reyna að menda þetta. Follow @Soners Paradise á Twitter. Við vorum að posta kickflipin á hann, eða ekki? Jú. Getum við pullað upp það klipp? Hold up, er þetta að replaya það klipp real quick á minu þeir að gera stunduna? Ef það er hægt. Því að það er, þrátt fyrir hvernig góð leikirður, það er búin að mest hype moment mótið syngar. Ég held að það sé ekkert hægt að hafa meira hype en kickflip á en stream. Þetta er síðasta, eða kannski, nei það er ekki síðasta instant replay. Það er ekki replay. Hold up, ég get gert smá. Já, það er það. Ef ég kann tala hvað er gott við. Veistu, ég var bara mjög pirraður í vinnu í dag. Strax og ég fór heim, þá var skýjað allan daginn. Og strax ég fór heim, þá var allt í einu komið sól. Ég var bara pirraður. Ég var bara svona, what the hell? Búið að skýja allan daginn. Síðan allt í kemur bara sól og bara blaff, bara þú veist, blaff. Ég sást alltaf í ský. Ég sá ekki himininn allan daginn. Og ég var smá pirraður.
Ok, þetta er too much for þessum, leikurinn er Já. En við erum með rematch á Winners Finals. Það er svona klassíska Winners Finals, þetta niður. Sko, ég hef aldrei verið á loser side. Jú, ég hef verið á loser side. Það er erfitt. Það er erfitt. Maður þarf að grafa djúpt. Maður veit að maður þarf að vinna 2. Eftir sigur af margar ára baráttu gegn Hæ? Hvað sagðir þið? Eftir margar ára baráttu gegn Háva fyrir Alex mættur eftir sigur af Háva. Ég er loksins frjáls. En við erum hérna í Grand Finals, first set, við erum Then Atsuki Daniels. í winner side og Joe Valens og Bray losers. Síðasta set var alla leið 5. Já. Og það var komið smá trend að þeir sem tóku stokklíki til að byrja með, tóku leikina. Já. Og hér erum við að sjá Speaking of which, snett stokklík fyrir Juice og Thor. Og það er eiginlega svona sem þú vilt byrja þetta. á báðum spilurunum líka. Því að þú vilt, maður vill helst, ef maður ætlar að resetta losers, maður vill helst bara, draumurinn er bara 3-0 Já. og bara allt í hennu, þú veist, allt moment, þú vilt bara með allt momentum, þú vilt ekki fá einn leik. Þú vilt eiginlega bara fara inn, bara þú veist, þú vilt gera þetta alveg dreif. Já. En Og ég vissum að það er það sem þeir vilja gera. ég reyna, er Þór líka hérna? Er Þór líka Akureyri? Já, hann á heim í Reykjavík núna en hann er hvað þeir. Hann er uppalinn Eyjafjörður. Þetta er Eyjafjörðurinn á móti, ég held að þessu báðir höfuðborgarsvæði, eða ekki? Jú, þeir eru bara, já. Þetta er landsbyggðin á móti höfuðborgarsvæðinu, þetta er klassísk barða. Já, algjörlega. Það var líka í dag, Káa Víkingur Reykjavík, þannig að þetta er dagur þar sem Suðurlandi reynir að koma og taka Akureyri, sko. Já, það var pínu svo warm-up fyrir þetta. Það var svona uppbygging fyrir þetta sem skiptir alvöru máli. Doubles á Norðurland, það er real shit. Nei, það var Valur og því miður tók Valur þann leik, þannig að þeir þurfa að vernda heimabæðina. Já, come on, við þurfum að redeem okkur. Ég man líka að það var síðast á Norðurland. Klikka lítið hana, já, hvað sé? Það var Juice fór í Grand Final og náði ekki að taka það. Það hefur verið svekkjandi þá, ég held að hefur hann tekið Norðurland? Já, hann tók sko fyrst á Norðurland en þá hann gerði með solo me Sorgfighter því að mætti ekki mjög margir, mætti ekki frá sunnan og ég sökkaði og Þór sökkaði. Er þetta ekki svona, er þetta ekki mótið sem hann vil mest hér út? Sko, jú, það er það frá hann hérna. Þú veist, þetta er auðvitað doubles, en þú veist, þetta er mótið sem hann vil mest hér á Íslandi. Já. Og draumurinn er að taka bæði, ekki? Maður vill taka þeim bæði, maður vill taka báða titla. Þetta er eins og að vera móthald og blöndusi, ég myndi vera einu sem myndi að mæta þeim, þú veist. Ég myndi vera brjálæður, myndi ekki taka það. Ég og ykkur sem eru aldrei spilað leikina. Já, bara eitt stokk eftir hérna, huge lead. Þetta er held ég bara búið. Og nú byrjar það að Við erum núna bara að tala um, ef maður er með April þá er maður bara held ég að leita sögnu fyrir næsta leik, sko. Er það ekki, en auðvitað gefst maður ekki upp, en þetta er, þú þarft að grafa djúpt. Já. Hann er farinn. Hann er farinn. Já. Hvað erum við að gera hérna? Leif mér að gáfa, ég ætla að fara að borga hann okkar að reikninga á meðan Ég ætla að fara Instagram Reels, real quick. Leif mér að doomskóla með hann. Hann er kominn aftur! Ok. Hann er það! Leikurinn er búinn. Wow. Við þarfum að switcha online. Og við erum 1-0, Joe, Valens and Bray. Og við erum að taka screenshots. Þetta er einmitt momentuminn sem við varst að tala um. Þetta er einmitt það sem við vilja fá right now. Það er svolítið áhugavert hugsun er að var Maple að taka momentum með smá shenanigans. Kannski, það gæti verið. Kannski er þetta allt mind games til að resetta momentuminn þeirra. Með að fool around. Ég elskar að við erum að reyna að lesa ykkur og við erum bara hlæjandi. Þetta er mjög Juice, ok. Já, Juice og Þór tóku leikinn. Núna erum við að velja stage fyrir senni leikinn. Hvað erum við marga viewers væna? Hvað er margir að horfa oss? Miljón. Wow. 3. Jó, shout out til 3 fólkið í chatinu. Ef þið reytast þið 3 í chatinu, segja eitthvað fyndið. Please, segja eitthvað. Segja eitthvað fyndið. Það er ekki búið að nóg mikið
banter með chatinu, sko. Það er eitt af uppáldum minni við vorum að koma. Já, það er ekki. Það er banter með chatinu, sko. Það sagði engin neitt kickflipið. Sem er disgrace. What Það var the engin í hell? chatinu að tala kickflipið. Það er svo sad. Og ég bara- Við klikkum það Það bara. þarf að þjálfa að chatta hann, sko. Já. Það var vitað. Já. Hvað var Hlynur að gera þarna uppi? Hann bara Ég horfði bíða. burtu, hann Hann var bara að tróla. Ég hélt hann væri búinn að koma Þór upp í Blasonic og er bara einn banni búinn að detta Nei. niður frá Þór eða Hann bara flaug eins langt upp á gat. Ég er þetta Ragnar. 2%. Það eru prósentur komnar í hús. Grilla Það eru prósentur komnar í hús. Það actually má ekki hafa áfengi að norða þannig, hún er að bróta reglunar. Valdi leiti á okkur bara. Tíu óslíkur. Já, Birgir mjög brála, hann var að hugsa um að koma með bjór og svo hugsaði síðan, nei, þetta er í vatnum, kannski ég gera þetta ekki. Síðan komum við bara prósentur í hús. Það er ekki nóg langt prósentur að vera stætt í kjörbúðinni. Já, þetta er í krónni, sko. Ég er ekki getting turned á 2% reikling, sko ég segja það. Já, hún kom með þess að 10, sko. Já, þetta er svona 30, held ég. Já. Maður nú alveg í sveitinu, maður má ekki yfir þetta. En við erum, Maple er að halda sér í þeim stokkana og Þór er komið til einhverju rósendur í öðru stokki. Maple er feitur roboti og hann mun lifa lengi. Ekkert komment á Maple hann sjálfan, skulum taka það fram. Ég meina það er ekki viðeigandi fyrir streamið. Nei. Þetta er svona fyndna streamið. Já. Við erum í doubles, það veit enginn hvað er í gangi. Við erum í raun og verið að gera improv, Já. Bara improv kamera. Maður bara býð eftir ykkur að hæpa að gera. What are you doing? Waiting for something cool to happen, I guess. Me too, kid. Gera eitthvað cool, guys. Please. Koma svo. Ó. Þetta var næstu. Það var næstu. Ó, ok. Þetta var smá. Hann er að. Við þurfum að ná Maple. Maple er tveim. Hann er ekki bakkar þessu núna. Stokkina strax. Málum með grænulegi, en þeir eru báðir ógeðslega feitir. Þannig, ok. Það er big boys. Þeir eru big boys, en hann drefur bara sinn. Hvort sem er. Ó, hæ Solar, hann er að horfa. Gaming, segir Solar. Þetta er indeed gaming. Þór með pínu lítið eftir í tankunum hana. Þetta er alveg doable, en þetta er ekki að klikka lítið í fyrstu. Það eru, Maple og Break er að spila þetta mjög vel hana. Já, þeir skuldum ekki segja hana, en hann er slippery aftur, sko. Hann er slippery, hann er, já. Og þarna er það! 1-1. Svo eins og Didi myndi segja. Það er alveg að myndskipinu. Hann er svo gassy. Sorry. IBS. DDD með IBS. Confirmed. Breki. Það er ekki spilað. Af hverju er Tournament Organizer að skora jái? Hey! Hvað er í gangi? Ég var ekki að horfa. Pull that up. Jamie, pull up the jái. Ég var bara, server, you know? Server, þetta er bara jái-serverinn minn. Ég hef aldrei séð Valda panika svona á þig. Ég myndi búast við þessu Birki, ekki honum, sko. Hey. Ég man þegar ég kom út heima þér og þú varst bara að horfa á Heated Rivalry eftir ég var búinn að vera að læra. Ég var að gista þig. Og eftir liggur þú upp í sófanum með Corona, held ég. Nei, það var vinsælt. Það var vinsælt, já, hjá líka miðaldra konum. Já, og einu heimili með 2 strákum. Þetta gæti verið stórt. Nú er Breki búinn að skipta yfir í svarta aftur, en ekki græna. Því þetta hann er að svíkja liðið sitt. Nei, Varstu ekki að tala um okkur? Nei. Hvernig? Nú er ég of... Það er te hérna, það er heitt te.
Aldrei, ég verði að heita þetta fucking kaffi. Þetta er 11 eða 10 eða hvað. Ég er frá bæinn, sko. Já, ok. Maður smá kaffi. Ég er bara að plana. Við erum að breyta. Við erum að fara á morgun. Damn, you're back at it again with the white man. Damn, that's good then. Það er fyrst stokkinn í hérna. Ráðaninn Natsuki. Það er hans alvöru nafn, hans lögulega nafn. Sugoi! Sugoi desu ne. Sko, það er eins og við það. Það er gott í að ég var að koma með það. Og combo. Nei! Hann er ekki að combo. Wow. Þú heldur við stokk sitt. Daniel, þú ert komið 150% hvað ætlar að gera? Það mátt að lifa lengur, ég er feitur. Nei. Commentator's curse. Sorry, Fyrsta alvöru commentator curse mode sem ég hef heyrt á mótun hingað til. Og þarna allir búin að missa 1 stokk. Já, even stocks en Break er í 157. Það er, en hann getur lifað alveg frekar lengi. Já, algjörlega. En eitt gott hitt er samt nóg hérna. Svona, 169. Og hann er að. Ekki bra. Þessi loops eru viðbjóðslegir. Þetta var disgusting combo. 59% komið. Já, frekar back and forth. Og þetta var pínu flikkað sweepan í Game 1 og svo lokkuðu Natsuki Daniels inn. Það var ekki alveg að halda með. Þeir eru í winner side af ástæðu. Já, algjörlega. Oi. Stocks sem aftur. Það er dálítið mikið prósentu lít hérna hjá Nær Christian með dash attackina þarna. Með stóra mannanum hans. Þeir eru ekki að ná killinu hérna. Þeir þurfa að ná að taka. Hann er að! Næst síðan stokkan, hann tekur stokk. Og tekur stokk. Já. Maple er núna bara á línunni. Þetta er þannig er það. Maður er ekki lengi að fara úr því að vera með góða fórustu. Even percent samt, þetta er algjörlega doable 1v2 hérna. Það er mjög erfitt en maður hefur séð slæmari 2v1 stöður. Hvað er spilað Death Stranding hana? Er þetta Ómar? Ómar! Nei, þetta er ekki Ómar. Læstu mig. Þetta er... Þetta er stór... Þetta er fyrir the content! Þetta er fyrir the content! Oh my god, that's what Oh, bíddu! We just got a real match! Ef hann tekur þetta hérna... Nei. Oh my god, Jethammer, hann er klikkaður! 138. Ef hann tekur þetta hérna... Any of it. Oh my god. Oh, another dash attack. Oh my god! Oh, Juice Kid! Það sést á fjesunum þeirra. Hann er fucking klikkaður! Hann á afmæli. Happy birthday, Daniel! Þetta var... Oh my god! Og það er sest á andlitunum á þeim. Hversu... Þeir hefðu ekki átt að byrja að heala. Þeir voru með þetta, sko. Þetta má byrja, en þeir... Það er svo dyrst. Kalla anstækinn cringe og svo drepa með double dash attack. Það er svo hart. Ég trúi ekki hvað ég var að sjá.
Oh my god. Þeir eru so great. Öskrar það og klötsa sér. Insane. Og eru núna komnir á tournament game. Já. Nú er það ég bara í átta. Nei, sæti á stage en ekki. Solar Æ, bakkerinn mitt drefur á 60 eða eitthvað. Maple Gold taka, þá væri þetta dýrustu heals sem ég hef séð. Já, þeir sko, það vaknaði eitthvað inn í breka þegar þeir byrjaði að heala, sko. Hann var að tala um á hann Vaknaði eitthvað hvað hann pyrraði hann mikið á það. Já, skiljanlegt. Þú var byggjast upp, þetta var bildað frá því winners final. Já, þetta lítur að vera gott feeling fyrir breka en það. En líka núna, þú veist, maður er langt. Líka núna, nú er þetta örugt að ef þeir allar resetta, þurfa að fara alla leið í leik 5. Já, alla leik 5 svo innan annað sett, það voru ekki rétt, sko. Nice team combo. Við erum með mid-game pop-off. Við erum með celebrations mid-game. Já, þetta var fallegt. Það er hiti í þessum leik. Við komum stokklítið en að græna lið. Við haldum á stage en Throw, hjá Juice, komum off stage aftur. og scrappy en þetta var Breki kominn á stage. Þetta var gott snæp hjá Maple! Býtur, fútstúlan! Þetta var gott snæp sem hjá Maple að reyna að bjarga Breka hana. Já. En Breki kominn að sér stakk, even stakk þá. Nei! What? Óvart team combo, eða ekki svo team combo. Breakbits afsökunar. Já, þetta gerist í Doubles. Þetta gæti verið deep cave samt. Juice bara halda henni vel burtu og sík næs. Og á stage. Stór enda með 2 stocks hérna. En samt ef einn þeirra deyr þá er... Ef Juice deyr hérna. Það er ekkert eitthvað klikkað að það næst, síðan stokkum hans Juice. Og hann takk stór hvernig sitt, en Juice getur ekki hann stokk. Hann þarf að taka stokk strax. Stundum er maður... Stundum þarf maður að hugsa smá, en oftast er best bara að taka stokkin. Stundum er maður að shithousea of nálagt sólinni. Já. Either way myndi það enda sem 2-1 þannig. Já. Nei, þannig að áðan. Já, áðan, já. Í leik 2. Já. Sem, ef við værum svona atvinna broadcast, þá myndum við vera að brjóta það niður bara svona play for game moment for moment. Já. Team combo hérna. Þeir eru bara að taka þessu rólega, þeir bara geta hægt að rólega. Þeir reyna hægt og rólega að byggja prósentu. Það er best reyndilega að gera þetta svona í 2-1 situation hérna. Appin er komin að hafa frá. Það er alls ekki létt. Þetta er eina tournament point. 2v1. Þetta er svona... bakkeri! Tekur það! Þarna er það. Natsuki Daniels vinna Northern Doubles. Happy birthday, Daniel! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Daniel! Hann á afmæli. Og maður bara sér á Þór. Það var mjög heiðarlegt af þeim að þróa út af fyrir aftur afmæli. Af Northern tíminn að þróa. Ef við getum farið aftur í leik 2, eða leik 3, ef það er hægt. Því að það er held í moment sem þeir vinna þetta. Við værum hérna að fara í leik 5 frekar. Já, þú veist. Þetta... Ef það er hægt. Hversu silja það leit út í Game 3, en þetta var samt... Leikur 3, er þetta pullað upp það var huge move bara fyrir mentalityið. Það hlýtur að vera virkilega fokka. Því að það eru að tala um stóra momentið í setinu, sko. Það verður eitthvað að gera eitthvað, þú veist. Við þurfum að gera upp þetta, við þurfum að gera þetta upp. Þetta er next level gaming Smash Quant.
Við erum með sérfræðingan húsi að gera upp mistökin í leik 3. Hérna. Þannig að við erum komin með þetta á streami hérna. Uno momento. Uno momento, segir Valdi. Tíó er að reyna að finna þetta út. Tíó kann spænsku, það er klika. Nei, increíble. Hérna við erum með þetta. Já, það kemur Ég getur fara aðeins fyrir, aðeins aftur. Er þetta að fara aðeins aftur? Er þetta að fara... Nei, við sjáum ekki eftir þetta takkið. You're ekki broke, it's my birthday! It's his birthday, happy birthday, Daniel. Þetta var... Ég er ennþá bara að reyna að processa þetta moment því að maður hugsa svona því að þeir voru algjörlega með leik 3 í höndunum. Það er klikkast að leið til að enda 2-1. Þú veist, bara fyrir þá sem vitum fótbolta, þetta er svo Steven Gerrard 2014 sko. Já, Viffa dash að taka bara fyrir annað svo. Þetta var alveg... Ó, pop-offið! Dansinn! Ég tók eftir dansinum á þann. Frábært. Wow. Ég held að þetta play vann setti, sko. Ég meina, við værum núna í leik 5. Allavega, í minnsta lagi. En ég held líka að momentumið hefði alveg getað dregið Juice og Þór í að vinna þennan leik. Já. Og við værum komin í... Ég var ekki að myndi svo resettið að það væri ekki fyrir þessu. Já, ég var eiginlega alveg búist við því þegar þið komist í þessa stöðu, sko. Að resettið væri á leiðinni. En... þetta er lífið. Þetta er lífið. Stundum gerir maður mistök og maður þarf að lifa með þau. Já. Maður... hvað er þetta? Þú veist, þetta er... ég reyna að hugsa hvað... Það er svona grísk góðsögn að fljúga nálægt sólinni. Ég reyna að muna... Já, en Icarus. Icarus. Það var smá Icarus moment. Já. Þannig að við erum að fara að sjá... Ég held að sem að fara myndatöku hjá Sigurliðinu. Já, það er kannski hvað. Oh my god! Þessi glæði messi. Wow. Hann á afmæli í dag. Hann á afmæli í dag. Hann á afmælan Daniel. Hann á afmæli í dag. Hann lifi lengi og vel. Hann lifi lengi og vel. Ef við hafa vinnerinterview eða? Viljum við vinnerinterview hérna? Replay af þessu fyrir. Við erum með minn fyrrum co-commentator og... Hvernig líður ykkur? Er þetta ekki smá catharsis eftir að segja hvað þú pyrraðar út í þetta áðan? Já. Ég vona að það heyrðist í kommentaríinu. Við sögðum alltaf að það öskra. Þið eru svo grið! Þú sást hvað sem viki ég var að svetta í þessu 2-1, passa þeir eru ekki að hýla og síðan náðu þeir mér út af borðinu einu sinni og hann er búinn að hýla 50%. Já, og ég var bara nei. Ég var mjög heppinn að finna þetta fyrsta dash attack. Já. Líka sko. Og svo viffaði dash attack og svo fyrir bara annað. Ég viffaði dash attack í unoptimal spot dodge yfir í annað dash attack. Já, einmitt. Þetta var crazy. Það var einhver, nei sko, stundum, þú veist það er svona talað að allt þarf að ganga illa til að maður vinni leik fyrir hina og allt gengur illa. Maður þarf bæði að spila fullkomlega og svo hún spilar ótrúlega vel en bara til hamingju með sigurinn svo en þetta var eitthvað á heim. Til hamingju með ammæli. Til hamingju með ammæli og ég veit hamingju með ammæli Daniel. Til hamingju Daniel. Ég er ennþá að reyna Það veit ekki einu sinni mými sko. Ég er að processa svo mikið hérna. Ég er að Þú gerir dansa á það. Miðjus Þetta er að lappa upp stiga. Ó, þetta lappa upp stiga? Það er aldrei hægt að klæma þarna. Ég er nefnilega steinu endurist, það er bara alltaf að kemna það. Ég fatt ekki að það var að klæma upp stiga. Ég minn eini, en
Ég held að það þýðir að við séum búnir í kvöld áður en við förum á Ættu kannski að segja hvenær hluti byrja á morgun. Já, Ultimate Eða byrjar ekki? 1, minnum mig. Ultimate klukkan 1. Er stream allan tíman í Ultimate eða bara... Já, ég held að við ekki bara opið bara. Já, jú, stream. Ekkert commentary allan tíman. Guilty Gear byrja síðan klukkan 5 og ég veit ekki hvort við höfum opið eða hvort við höfum... Allavega comms top 4. Já, auðvitað. Ég held við reynum að gera top 8. Top 8 líka. Já. Þið munið sjá mig þar, allavega commentary. Awesome. Og nefnir kúka í buxunar þá ættu þið vonandi að sjá mig í top 8 að keppa. Ég vona allavega. Ég er... Hvað hvaða seed er ég? Getur þú pullað það fyrir mig? Í Ultimate eða Guilty Gear? Guilty Gear, ég er ekki í Ultimate. Ég er ekki skeppið Ultimate. Okay. Alltaf þegar ég keppt í solo í Ultimate, það er bara svona loksins þetta búið. Já. Leikur er skemmtilegur en ég finnst það ekki skemmtilegur í mótum. Þegar leikinn er svo langt og því ég er shit, þá er þetta bara svona 4-5 mínútur hver leikur að mér að vera rústað. Já. Þegar ég var að keppa í fyrra á Nýðhögg. Já. Ég man bara, ég var hana bara fyrst. Nei, var það Nýðhögg? Stóra, eða ekki? Jú, Nýðhögg, eða ekki? Hvað? Stóra mótið. Jötunheim, já. Þegar ég var að keppa á Jötunheim í Smash, ég var að keppa á einhver prófi eitthvað frá Norðurlöndum eða eitthvað, ég veit það ekki. Já. Rústaði mér 3 trippelstakk allan tíma. Nefnum þetta voru eitthvað svona 3-4 mínútur hver leikur. Þannig að þetta voru bara 12 mínútur af mér að vera rústað. Þannig að, við erum hérna, ég er 1 seed í mínu pool, en ég myndi segja að giska þá 2 seed í mótinu fyrir aftan hann. Já, ég held Defending Champ, Magic og Nýðhögg sigurvegara fyrir 5 mótum og núna búin að vera alltaf í svona top 4. Solidified top 3 á landinu eins og þar sem allavega þangað til Egil og Klepper kemur tilbaka. Egil búinn að vera á training arc í Japan. Hann tók leik af Tiurara sem vann Evo Japan á LCQ á World Tour Finals. Þá tók hann 1 leik. Og Tiurara, og hann var Tiurara besti Kai sinn í heim. Þannig að það er búin að training arc og líka bara education og training. Þeir eru búin að vera í námi út í Japan. Þannig að það var áhugavert að sjá hvað gerist þegar þeir komið tilbaka. Það ætti að styttast í það, heldur ég. Þannig, já, og senan heldur áfram að vera sterkari, bara í öllum leikum. Tómas að stara mig niður. Hvað vill hann? Hann veit strax hvað er að gerast á morgun, sko. Ég er eitthvað að reyna að innveita En já, við byrjum klukkan 1 á morgun. Það verður örugglega bara stream þá og það verður kannski eitthvað kommentari fyrir top 8. Eitthvað kommentari á morgun. Já, minnast líka á Guilty Gear streamið verður á annarri Twitch-rás. Hvað? FGC Ísland. Já, FGC Ísland. Guilty Gear var FGC Ísland fyrir alla það sem fylgjast eitthvað með Guilty Gear, sem eða einhver í chatinu, það eru kannski ennþá að horfa, ef einhver, okkur bara hlusta okkur jeppa, erum við að tala í tómið. Það getur verið. Ég stari Solar, come in Solar. Og tómið starið tilbaka. Það væri fyndið. 1 viewer. Það er örugglega Solar. Er þetta þú, Solar? Er þetta þú? Solar, hver sem er í chatinu en þá. Takk fyrir að vera hana. Please segja það eitthvað. Mér líður svo menntaskólakennari í COVID. Já. Svona leiðum. En við, já. Ég held að þetta sé komið nógu í kvöld. Já, kannski bara gott. Við hefum spilað á þann. Já. Og við sjáumst á morgun. Og svona mun morgundagurinn líta út. Hold up. That is bullshit blazing, still my heart is blazing. If the word kill